Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi að sumri til. Það margt í boði hérna í þættinum í kvöld. Það sem kannski merkilegast að það koma tvær konur sem heita báðar Hólmfríður. Sú sem kemur hérna seinna, Hólmfríður Jenníar Árnadóttir, leikskólastjóri á leikskólanum Holti. Ég ætla að ræða við hann fæðingarorlof og umönnunargatið sem á milli þess sem að fæðingarorlofun sleppir og þangað til að börnin komast inn á leikskóla, sem að getur verið allt upp í 1 ár, sums staðar minna, sums staðar jafnvel meira. Ég ætla líka að fá svona í ljósi þess að ræða eins við hana bara stöðu barnafjölskyldna sem kannski hlutfallslega lakar í dag heldur en hefur verið oft áður. Það hefur margt breyst í kerfinu, það mikið álag á unga fólkinu með börnin, það skulda meira, það oft á jaðri húsnæðismarkaðarins sem grimmari núna en oft hefur áður, það jaðri vinnumarkaðarins og stendur kannski veikar fjárhagslega í samanburði við aðra hópa heldur en kannski var hér áður fyrr. Spurningin hvort það sé komið tími til þess að gera gangskur í því að gera samfélag okkar barnvænna. Sjáum til hvað kemur út úr samtali mínu við Hólmfríði Jenníu Árnadóttur eftir. Önnur Hólmfríður Garðarsdóttir, hún prófessor upp í háskóla, þekkir vel til Argentínu. Þar allt í hersöndum eins og sagt Það var Javier Milei, var kjörinn forseti þar síðastliðið haust, tók við núna í desember og hefur boðað mikla breytingar og knúið mikla breytingar í gegn. Hann ætlar að umbylta argentísku samfélagi í anda nýfrjálshyggjunnar, hann ætlar að loka ríkisstofnunum, draga ríkið úr afskiptum af ýmsum þáttum, meðal annars bótum, barnabótum og stuðningi við almenning. Hann búinn að frysta eftirlaunin, það gríðarleg verðbólga yfir 200%, allt í hersöndum, mikil mótmæli, mikil verkvöll á götum úti. Ég ætla að fá hana Hólmfríði Garðarsdóttur til að segja mér aðeins hver þessi maður hver stefna hans og hver andstaðan sem hann mætir. En hérna eftir örstutt hlé þá kemur Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem þingkona Viðreisnar og ætlar að ræða við Björn Þorláks stöðu stjórnarandstöðunnar svona á þessum dreggjum þingsins sem nú ganga yfir. Það sem að ríkisstjórnin svona að glíma sína milli ráðherrarnir hvaða mál nást í gegn og hver ekki. Þau ætla að ræða aðeins stöðun á þinginu og kannski sérstaklega út frá sjónarhóli stjórnarandstöðunnar. Þetta prógrammi sem við bjóðum upp á í kvöld. Ég bendi á enn og aftur að samstöðin búin til af áskrifendum. Það fólk út í bæ sem hefur ákveðið að leggja lítið til, 2500 krónur á mánuði, sumir borga meira, til þess að hægt sé að byggja upp samstöðina og það hefur gengið vel. Samstöðin hefur orðið til úr engu og núna öflugur umræðuvettvangur sem í örri útbreiðslu. Við finnum það bara þess að við löpum bæinn að það sífellt fleiri sem að horfa og fylgjast með. Þetta hefur allt tekist vegna þess að fólk hefur lagt eitthvað til uppbyggingar samstöðunar. Ef þú hefur verið að velta því fyrir þér að gera áskrifandi þá hvet ég þig til þess að láta verða því sem allra fyrst. Þú ferð þá einfaldlega inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráðið fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin sú að okkur takist á einhverjum misserum að byggja upp öflugan fjölmiðil úr nánast engu, fyrst og fremst með samtakamætti almennings. Sjáum til með það. En við ætlum að skjóta inn hérna örlitlum skilabóðum og svo kemur hann Björn Þorláks og tekur við en ég mæti hérna seinna í þættinum. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag.
barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið sæl og blessuð, við ætlum að ræða pólitík, stöðuna á Alþingi og stöðuna í samfélaginu, einhverju leyti viðhorf almennings til pólitíkur, svona eins og þau hafa birst okkur fjölmiðlafólki á síðustu vikum og við fengið hérna einn þingmann, ég valið einn þingmann úr minnihlutanum til þess að ræða svona hreyfingar í íslenskum stjórnmálum og ég hafði samband við hann og bað hann að koma hingað og ræða við okkur í dag, aðalega vegna þess að mér fannst hún standa sig snöfurmannlega í umræðum á þinginu í gær. Vertu velkomin Þorbjörg Gunnlaugsdóttir. Takk fyrir það. Þingmaður Viðreisnar. Það eru margir, þið eru sennilega með fleiri áhorfendur að fylgjast með ykkur núna á þinginu þessa dagana heldur en oft áður, bæði vegna óvissu þinglok, það er spenna hvaða mál komast í gegn og svo framvegis, en það sem að þú til dæmis gerðir mjög alvarlegar athugasemdir við í gær, það var tvennt. Það var annars vegar að boða væri til funda í nefndum með ömurlegum hætti og algjörlega óbyrgum hætti og svo finnst þér alvarlegt mál að samgönguáætlun verði ekki afgreidd nú á vorþinginu. Geturðu byrjað á að útskýra aðeins fyrir okkur af hverju það er svona alvarlegt mál að samgönguáætlun verði frestað til hausts? Sko, mér finnst maður bara svona kannski sjá breyttan takt hjá ríkisstjórninni eftir því sem að álíður og ég er ekki bara að meina núna síðustu vikum, heldur bara allt þetta kjörtímabil sem mest svona bara einhvern veginn speglast í því að virðingin fyrir verkefninu er farin. Að stóra málið hjá hverri ríkisstjórn hlýtur að vera að eitt að hún sé mynduð utan einhverja hugmyndir og einhverja stefnu og tvö að framfylgja þeirri stefnu. Ríkisstjórnin núna er ekki mynduð utan neitt annað en að bara geta setið einhvern ákveðið langan tíma. Þess vegna erum við að sjá reglulega svona hringi af einhverju ráðherrabrölti og það er eilíflega verið að semja að þú fær þetta, þá fær ég þetta í stað þess að það sé verið að labba í takti eftir einhverju stefnu. Hvað fór þú úrskeiðis með samgönguáætlun? Akkur náðu þau ekki að semja hann núna? Ég get auðvitað ekki alveg svara fyrir stjórnarmeirihlutann en það var algjörlega augljóst mál eftir því sem leið á vinnu nefndarinnar að þau voru að ströggla. Þannig Sigurður Ingi, þá sem innviðaráðherra, búin að leggja fram samgönguáætlun. Til 15 ára. Í samgönguáætlun eru allir vegir, öll göng, allar brýr, hafnir, flugvellir. Þetta er kort yfir landið okkar allt. Ótrúlega margir milljarðar. Ótrúlega margir milljarðar og þegar að undirstofnanirnar sem að tilheyra verkefnunum eru með þá er þetta 900 milljarðar á 15 ára tímabili. Já. Og svona áætlun er sett upp til þess að sé einhver langtíma stefnumótun það í hvaða verkefni að fara, auðvitað þarf að fjármagna þau, en þetta er líka spurningum innbyrðis forgangsröð, bullandi pólitík í þessu. Já, pólitísk hugmyndafræði setjandi stjórnvalda á hverjum tíma, hvað er mikilvægt? Á hverjum tíma, og ég get alveg sem þingmaður í stjórnarandstöðu sagt það að mér fannst þessi samgönguáætlun margt mjög sérstök. Suðurlandið kom mjög vel út, Vesturlandið og Norðvesturkjördæmi óskaplega illa, Austfirðirnir sömuleiðis. Þannig að ég var ekki að fara að afgreiða fyrir mitt leyti þessa samgönguáætlun fullkomlega dús við hana, en aftur þetta snýst virðingu fyrir verkefninu og sýna það að menn geti axlað ábyrgð og unnið sína vinnu og það geta þau ekki lengur. Einmitt, en ert að segja að Sigurður Ingi, nú var þetta á hans forræði áður, hann færi svo yfir í fjármálaráðuneytið og Svandís Svavars er orðin innviðaráðherra og nú er þetta orðið hennar baby. Ert að segja að sem sagt aðdragandi kosninga samgönguáætlunin hafi verið svolítið merkt, hann hafi verið búin að pissa meira út í Suðurlandið sem uppbyggingasvæði sem þingmaður þar heldur en hérna Svandísi hugnast núna, það kunna vera ein Ég veit ekki hvað Svandísi hugnast en ég svo sé mjög erfitt að hérna sjá ekki pissið þannig að það var algjörlega þannig en hérna og eins og ég segi, maður fann það inn í nefndinni að þau voru að ströggla með þetta. Við erum búin að vera að vinna þessu verkefni síðan í október.
70 ólíkir aðilar, sveitafélög landsins og alls konar hagaðilar voru búin að leggja það á sig að þá vinnu að skila inn skriflegum gögnum, umsögnum og athugasemdum við málið. Það er búið að funda málið, síðan í október, þannig bara því samhengi, þá sér fyrir heila þingmenn, alla þá þingmenn sem þar sitja, starfsmenn þingsins, fólk að fljúga utan á landi til að koma og funda með okkur vegna þess að menn eru þeirri trú að ríkisstjórnin ætli og geti ágreitt þetta gagn. Það gátu þau ekki. Það fyrir núna í ruslið og það þýðir að þegar að ný samgönguáætlun, hvort sem að vera þessi óbreytt eða ný samgönguáætlun Svandísar Svavarsdóttur með þá væntanlega aukinni áherslu vinstri grænna verður lögð fram, þá hefst hringurinn að nýju. Það er mælt fyrir málinu inn í þingsal, máli fyrir inn í umhverfis- og samgöngunefnd, allir aðilar þurfa að skila inn gögnum aftur, þannig að það er það sem ég er að tala um. Virðingin fyrir verkefninu er farin. Við sáum þetta í síðustu þinglokum að þá kastaði ríkisstjórnin út á borðinu nánast öllum sínum frumvörpum vegna þess að var innbyrðis ágreiningur. Samgönguáætlunin ekki neitt, gjaldur fyrir þetta núna og ég gat bara ekki stillt með að stríða Sigurð Inga á því þegar meirhlutinu farin að tala um það að þetta sé eingöngu að gerast vegna þess að það vanti upp á gögn og það vanti upp á fjármagn. Sigurður Ingi lagði fram samgönguáætlun, Sigurður Ingi lagði fram fjármálaáætlun. Svo talaði það að þessar tvær áætlunir haldist ekki hendur. Þannig að spurningin var eiginlega talar Sigurður Ingi ekki við Sigurð Inga? Einmitt. Og svo þessi staða sem uppi var, þú varst líka, því ég nefndi það áðan, þá varstu líka að tala um Bjarna Jónsson og hvernig hann hefði vanrækt skyldur sínar sem formaður ákveðina nefndar. Farðu yfir það í örfáum orðum fyrir okkur? Já, þetta hljómar kannski eins og einhver tæknilegt raus. En ég sitt sem varaformaður í þessari nefnd. Þetta er stærsta verkefni ársins í nefndinni. Og þetta er eitt af stærstu verkefnum þessa þings, samgönguáætlunin. Og eins og ég segi, maður fann að þau voru búin að vera að ströggla með þetta, það var að vera að boða til funda, frestaði með 5 mínútna fyrirvara, alltaf án skýringa og á föstudeginum þá voru sendir ykkur póstar eftir að þau slaufa fundi, verða frekari fundarhöld í dag, engin svör eftir hádegi eftir hádegi, já, 2 eða 3 póstar, svo er fólk bara farið heim úr vinnu eins og gengur og gerist milli 5 og 6 og með hálftíma fyrirvara er boðað til fundar þar sem að þau kynna þessa ákvörðun sína að samgönguáætlunin verði ekki afgreidd í ár. Það hefðu þau sjálfsög vel geta gert á næsta fundi okkar eftir helgina, en það er bara sérstakt að það lá engin óskup á, en það gerðist eitthvað þessara 3 flokka í millum sem var þess valdandi að þetta vildu þau gera 6:30 á föstudagskvöldi og og það mæti ekki allir. Mæti ekki allir, nei, ég var sjálf stödd í bónus og bara ekki með síman. Svo er rifrildi þarna í þinginu í gær hvort það hafi verið sendur úr tölvupóstar eða ekki og Birgir Ármannsson ítrekka sakaður að taka sér stöðu með stjórnar þingmönnum á þess að hafa kynnt sér málin. Sko, með það, forseti þingsins er kosin með atkvæðum alls þingsins. Hann er ekki forseti ríkisstjórnarinnar, hann er forseti alþingis. Og hluti af því, þegar að vera að tala um virðingu þingsins, er auðvitað að þingið sýni það og spegli það alltaf að við sem erum þarna vinnandi berum virðingu fyrir okkar verkefnum, sýnum að við getum unnið þau. Og mér finnst svona stundu þegar fólk er að tala um pólitíka þá haldi það að fólk eigi ekki að vera í innbyrðisum átökum hugmyndir. Það snýst ekki um það. Og ég held að sko fríst og sprekt þing, það rífst að því við erum ekki sammála. Og það er bara hluti að því að ytta hugmyndirnar. En svona vinnubröð eru ótrúlega leiðileg og óþolandi. Og það sem við vorum bara að biðja forseta þingsins og minna hann á, það er ákveðna reglur það hvernig við vinnum og þessar reglur eiga að spegla það að við séum að sýna alþingi og verkefnum okkar virðingu, að forseti sé þá ekki eilílega í því að þykist ekki vita hvað gerðist, þrátt fyrir að það sé búið að eiga með honum fundi, það sé búið að upplýsan, að þá sé hann eilílega í þeirri stöðu að þykist frá frekari gögn áður hann getið ekki afstöðu. Hann á að standa með alþingi. Já, við erum svolítið föst í því að við sitjum hér uppi með sama fólkið ár eftir ár á þess að það njóti fulls trausts
það má nú alveg benda á það að það sé ekkit alveg eðlilegt að við Birgi Ármannsinni hafi ekkit verið stuggað eftir dóm Mannréttindadómstólsins þegar hann var yfir kjörbréfanefnd í svokölluðu talningamáli. En það er ansi margt sem að almenningur undrar sig á utan þingsalar. En maður upplifir stundum að þið þingmenn eruð ekkit kannski allt of dugleg við að ræða og stundum finnst manni svolítið sko að skorti á samhljómin á milli svona þess sem almenningur er að ræða utan þingsalar og þess sem gerist innan þingsalar. Og mér langar sem dæmi núna aðeins að ræða við þig ég get sagt svona bara persónulega að í gær þá hitti ég fólk í tvígang, almenning sem sagðist vera að upplifa það að það hefði aldrei haft eins mikinn áhuga á pólitík, íslenskri pólitík og pólitískri framvindu mála eins og núna og þetta var miðöldra fólk og eldri borgarar og þeir hafa bara farið í gegnum lífið og treyst þingmönnum og ráðherrum til þess að taka ákvarðanir, traustið er farið. Þeir treyst ekki lengur þingmönnum og ráðherrum til þess að taka ákvarðanir. Við vitum hvernig þessi ríkisstjórn hefur orðið til. Við vitum að hún nýtur svo lítils trausts að það er innan við 30%. Við vitum að 45.000 undirskriftir voru til höfuðs Bjarna Benediktssyni. Það eru rosalega margir Íslendingar sem að vilja ekki sjá hann sem forsætisráðherra og telja það bara algjörlega absúrt. Og þetta verðist eitthvað að hafa svona ýfst upp hjá þjóðinni á þjóðhátíðardaginn að sjá þennan umdeldamann með hans umdeldu sögu vera komin í hjarta íslensku þjóðarinnar á Austurvelli en svo eru líka svona girðingar, játgirðingar og það er einhver tilbúin almenningur hér í nánast einhverjum brúðufötum og svo er hirðin þarna hinum megin og það er lögreglan og af því að þú vannst áður hjá þú ert fyrrum saksóknari þá það sem almenningur talar núna er sko og vill að þið þingmenn ræðið í auknum mæli það séu hvort Ísland sé að breytast í allsherjar lögregluríki og fólk vitnar til þess að það séu vísbendingar að það hefur verið gengið fullharkalega fram við Skuggasundum daginn síðan aftur þarna eftir eldhúsdagsumræðurnar og svo hefur fleira verið nefnt og af því að þú varst þarna einu svona að vinna hjá framkvæmdarvaldinu beint þessum hluta deilir þú áhyggjum almennings af því að Ísland sé að verða lögregluríki og þetta tengist áherslum Bjarna Benediktssonar og ríkisstjórnar sem ekki með allt og góða samvisku yfir því að sitja í þeim sætum sem hún situr og hlaði utan sig lífvörðum, öryggisgæslu, lögreglufylgd, rauða glimmerið á öxlunum á Bjarna hefur margoft komið til umræðu hvort þetta séu ekki allt of sterk viðbrögð við litlu. Hvað segir þau? Kannski fyrst upphafspunktin þinn áhugan og aukna umræðu, þá finnst mér og við höfum alveg rætt það í þingflokki Viðreisnar að við finnum þetta. Þar myndi ég kannski aðeins vilja rósa fjölmiðlum líka. Það er aukið úrval af umræðu þáttum, þannig að fyrir þau sem hafa áhuga þá býðst miklu meira aðgengi af þingmönnum er betri en áður var. Og ég finn bara á þessum stutta tíma sem ég verið á Alþingi 4 ár, mikinn mun á því hversu mikið ég er að fara í þessa þætti. Og við sáum þetta líka bara í forsetakjörinu núna daginn að það var stórkostlega breytt landslag hvað þetta varðar. Frambjóðendur í alls konar podcastum, það var ekki bara þannig að þetta væri ríkismiðlinn eða Stöð 2, heldur ógrynni af miðlum sem að gáfu svona núansa inn í frambóðið, þú sást frambjóðendur með öðrum hætti. Þetta held ég gerir líka verkum að ungt fólk hefur meiri áhuga á stjórnmálum eða aukin áhuga á stjórnmálum og mér fannst svona, og hefur fundist það svona alltaf í yfirlætislegt þegar að svona rýnendur er að tala forsetaframboðið svona eftir á, nefna þáttöku ungs fólks eins og það sé svona einhver svona one-timer og það hafi með TikTok að gera og ekkert annað eins og það sé bara
alltaf því skrítið að ungt fólk hafi valið að mæta á kjörstað. Frjálsvilji unga fólks hafa verið talað niður í þessari Mér finnst það hafa verið talað niður svona, Já. og það sé svona einhverjar auðvitað getur maður alveg ímyndið sér á milli kynslóð að sé ólíku taktur og ég og þú fylgjumst með öðrum miðlum heldur en börnin okkar en einhvern veginn að hvað þeirra finnst mér að hafa verið smættað. En ég held líka að þessi aukni áhugi sé stórfjöldar áhyggjur fólks af framtíð heimsins og ekki síst bara svona óbragð í munni yfir stjórnmálum samtímans hér á landi vegna þess að umboð þessara ríkisstjórnar til þess að fara með völdin í landinu orkar mjög tvímælis í huga mjög margra Íslendinga. En varandi svo seinni punkti sem hún nefndir með sko aukna löggæslu og svona, þar finnum við þetta líka mun sem vinnum á Alþingi að löggæslan orðin sýnilegri við þinghúsið og við sjáum sjálfsög þetta líka breyttan takt fyrir utan þinghúsið, það mikill stígandi í mótmælum nánast viðvarandi ástand. Það? Þarum, já, ég menna það ég ekki bara að tala vegna stríðsins að það myndi ég segja bara gegnumgangandi meiri aktivismi, það geta verið þeir sem eru að mótmæla lagareldinu, það grásleppa, það bara með mjög reglubundum hætti að það eru mótmæli við Austurvöll. En varandi þennan punktum, forsætisráðherrann okkar og hvort við búum í lögregluríki, þá ég bara þannig innstillt og byggi það á minni reynslu að ég þykist bara vita að ef að það þannig að lögreglu yfirvöld meta sem svo að einhver ráðherra þurfi vernd eða löggæslu sér við hlið, það byggir á einhverju efnislegu mati. En þar myndi ég líka alltaf segja að þetta hangi saman við ákveðna skautun. Mér fannst áhugavert að forsætisráðherrann talaði skautun í sinni ræðu. Það í fyrsta lagi stef sem við sjáum því miður mjög víða í Evrópu. Mér fannst til dæmis áhugavert að sjá franskan landslýsmann Mbappé biðla til fólks það að kjósa í fransku kosningunum, talaði til ungs fólks þar að vera vakandi fyrir því sem að gæti gerst í þeim kosningum. En ég held að mér fannst skiljanlegt þegar þessi ríkisstjórn var mótuð fyrra sinni. Þá var búið að vera mikill pólitískur óróleiki og þetta var niðurstaðan þá. Síðan kosið aftur og þau velja sér að fara aftur saman þrátt fyrir að þess væri sjálf sér engin þörf. Ríkisstjórnin á mjög mikið í þeirri skautun sem við blasir í samfélaginu í dag. Þegar að svona flokkar sem að geta í reynd og við sjáum það og þetta ekki bara einhvert rausi í einhverjum þingmanni í stjórnarandstöðu, þau geta ekki klárað málin vegna þess að þarna eru bara ósamstæðir flokkar fullkomlega að velja sér að vinna saman. Afleiðingin verður vantrú út í samfélaginu, afleiðingin verður skautun, afleiðingin verða auknar áhyggjur, afleiðingin verður aukin reiði. Þetta afleiðing af þessu stjórnarmesti. Já, ég held að þótt meirihluti Íslendinga sammála með það að við þurfum að ræða skautun, þá sé meirihluti Íslendinga á þeirri skoðun að Bjarni Benediktsson sé ekki rétti maðurinn til þess að ræða við okkur skautun. Og af því að þú nefnir það að það sé armslengd á milli lögreglu og hennar ákvarðana með öryggismál og hvernig þetta sé, þá sáum við það bara síðast í gær að ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðlaugur Þór, við sáum það í umræðu umhverfis skandal upp á Akranesi að menn þykja bara sambandið á milli þess sem að ráðherrar gera og segja og það hvort þeir eru í liði með einhverjum eða á mála hjá einhverjum eða hvort þeir hafa hrifist af einhverju zeitgeist eða eitthvað svoleiðis að það ekkert þetta sjálfstæði. Við erum með þetta pínulitla og fámennaland sem allt mergsogið af klíkuskap og tengslum og þegar saman fara óvinsældir, langmestu óvinsældir nokkur stjórnmálamanns sem eru mældar og svona vísbendingar alltaf meiri og meiri varnarmúra
í kringum valdið þar sem það þykkast frá almenningi á degi eins og 7. júní þá hringja viðvörunarbjöllur margra. Það er líka sko bara svona heilt yfir. Þið eigið náttúrulega fína spretti í stjórnarandstöðunni, maður sér það, en maður sér líka að það er eins og að sko þið, minnihlutaflokkarnir, séuð flest hver þið viljið ekki blása þann möguleika út af borðinu að þótt Bjarni Benediktsson eigi sér sína sögu, þá verði þið kannski bara í ríkisstjórn með Bjarna Benediktsinni frá með næsta hausti. Það er eins og sko, mér finnst skorta svolítið á það að minnihlutin setji sér einhvers konar prinsip og segi bara að það er bara prinsipmál að starfa ekki með Sjálfstæðisflokknum undir stjórn Bjarna Benediktssonar. Ég man eftir einu flokki sem hefur sagt þetta, það eru Píratar. Ég held að þið séu galopin, alveg eins og Samfó sem að tala nú er fólk að ganga á Samfó vegna þess að það er sagt að þau séu að útvatnast til hægri og þetta er eitthvað sem að fólki í landinu upplifir ekki samhljóm við orðræðu minnihlutans á Alþingi. Hvað segir þetta? Mér finnst áhugavert að heyra þetta sem þú segir að þér finnist að ég lesi sem svo að þér finnist við ekki nægilega beitt gagnvart ríkisstjórninni og þú vísar í umræði þar að það er mest í svona, ég heyri þetta en svo heyri ég líka og það er líka almenningur sem segir það að við gerum ekkert annað en að gagnrýna ríkisstjórnina, við séum bara í neikvæðni og svona, þannig að þetta er, fólk sér þetta auðvitað mjög ólíkum augum. Hlutverk stjórnarandstöðu er auðvitað sína aðhald og eftirlit og bara það leiðir á sjálfu sér að stjórnarandstæðinni á hverjum tíma er aðeins minna hress heldur en ráðherrarnir sem mæti í viðtöl að boða einhver gleðitíðindi. En er engin pólitísk prinsip með samstarfsaðila í næstu ríkisstjórn? Eru það bara Píratar einir sem að segja við ætlum ekki starfa? Ég held að það sé Píratar einir sem að hafa útilokað Sjálfstæðisflokkin, menn ég veit alveg hver afstaða ykkar hér á þessari stöð er til þess hvernig stjórnarsamstarf þið viljið, en ég held að það sé raunverulega þannig að þeir eru einir það að hafa fullkomlega útilokað og verið í útilokunum hvað einn tiltekinn flokk varðar. Já, en vegna það síðasta sem þú segir, ég er blaðamaður í mínum huga og hjarta. Ég hef 40 ára reynslu af því að greina Íslands samfélag. Ég hef skoðanir á því, sannarlega, hvaða stjórnmálaflokkar eiga skilið að vera við stjórn í landinu með að við sögu þeirra og ekki síst persónulega einstaklinga, en ég hef engar stjórnmálalegar skoðanir á því hvaða flokkar eiga verið ríkisstjórn. Já, ok. Við erum kannski aðeins geta fundist greina það á þessari stöðu að þessi þannig að hérna... En það er samt þannig. En það já, ég meina hver svo sem ástæðan er. Það byggir þá á reynsluðinni sem blaðamaður eða hvað það er. En ég hef smá áhyggjur af þessu að það er eins og almenningur fá alltaf minna og minna. Núna það hefur verið, samfylkingin hefur farið með himinskaut í skoðanakönnunum og þar verið gefin út einhver lína, við skulum draga okkur í hlé, við skulum ekki vera með upprópanir, bæjarfulltrúi þarna sem að hættir vegna þess að hún finnst mér mjög lögmætar ástæður bara fyrir því að nefna það að henni finnst mannúð í útlendingamálum ekki næg samkvæmt stefnu breytingu af því að við getum sett puttan á það hvernig samfylkingin ræddi útlendingamál fyrir ári og núna. Það er meira að þið hafi verið svona meira konsekvent myndi ég telja, hafandi fylgst með þinginu í fyrra eins og núna. En sko hvað getið þið gert til þess að lægja sko vantraustsöldurnar? Það náttúrulega vantraustið sem langstærsti vandinn og við erum að tala mótmæli, við erum að tala lögregluríki, að sko það liggur við að maður geti sagt að sko stjórnmálin eigi ekki gott skilið ef það er ekki lína á milli ástæðunar fyrir því að almenningur er fullur á vantrausti gagnvart stofnunum eins og Alþingi og gagnvart þeirri stöðu sem uppi er nú. Hvað segir það? Ég held að vantraustið sé stóra og stærsta áhyggjuefnið og að þú byrjaði nú að nefna Guðlaug Þór og þetta mál sem upp er komið núna ég þóttist... Já, menn hlusta bara á eitthvað, grípa það og segja að það eru kraftaverk í gangi og við skulum gera hitt og þetta Einn hluti þess sem varðar tengist þessu vantrausti finnst mér vera kúltúr sem að einkennir ekki síst Sjálfstæðisflokkin og eiginlega aðalega Sjálfstæðisflokkin og það er ofboðsleg harka þess flokks
gagnvart eftirliti og eðlilegum leikreglum. Samskipti með stjórnvalda við fyrirtæki, návíði þar, að eftirlitsstofnanir, nefnir samkeppniseftirliti til dæmis, séu þannig fjármagnar að þær hafa einhverja burði til að sinna sínum verkefnum, gæta þess að heilbrigðar leikreglur á mörkuðum, gildi og svo framvegis. Og það auðvitað sérstakt, finnst mér að hægri flokkur komi fram með þeim hætti. Þú fylgist með bandarískum stjórnmálum að það er það algjörlega skýrt að þeir tala samkeppnislöggjöf, mikilvægi hennar sé á pari við mannréttinda ákvæði fyrir fólki í landinu, að engin markaður virki án þess að það sé heilbrigð og hraustleg samkeppni í gangi. Og vantraustið held ég sé afleiðing af því þegar eililega verið að ýta borðinu eðlilegum leikreglum, eðlilegu eftirliti. Þannig ég myndi segja að það sé mjög stór hluti af þessu og við sjáum það í þessu nýjasta máli varandi þetta fyrirtæki að þar einhvern veginn birtist okkur að running tight. Já, þar var ekkert eftirlit. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig í þessu lá eða hvað gerðist og ætla ekki hef oflitlar upplýsingar til að vera að tala um það. En það blasir við að það var ekki eftirlit. Hver settur umhverfisráðherra í því máli sem að breytir skoðun umhverfisstofnunar og segir nei, þetta ekki varp í haf. Það Bjarni Benediktsson. Og þar komum við aftur inn á þennan uppáspunkt minn, hvar virðingin fyrir verkefninu? Þú ert í ákveðnu embætti, því fylgir ákveðin skylda, ákveðin ábyrgð. Hvar virðingin fyrir verkefninu þegar undirstofnanir hafa komist að einhverju niðurstöðu og hún telur ekki. Það með ólíkindum. En svo varandi stjórnarsamstarfið og útilokun, þá get ég alveg sagt fyrir mitt leyti að mér algjörlega blasa við að vænleg niðurstaða eftir næstu kosningar væri einhvers slags miðja. Miðja sem að getur unnið saman og í þá almannahagsmuna. Þá ert að tala Framsókn, Samfó og ykkur. Ekki satt? Það getur verið einmynd. Það getur verið einmynd? Viltu nefna aðrar? Veist þessi mynd fín. Já, ég held kannski að... Nei, menn þetta auðvitað bara, en að þú spyrð útilokun, að þá líka, það blasir þetta bara við málefnilega hvar snertiflitirnir eru sterkastir. Já, en ég held að þetta halda öllu opnu eins og verið hefur, það var kannski hægt á meðan Ísland var minna polariserað heldur en það orðið núna. En það komin svo mikil skautun, það alls konar mismunur sem í gangi, það alls konar jaðarsetning í gangi sem verið að gefa athygli meiri heldur en áður var og þetta hefur alltaf verið misrétti, fátækt og allur fjandinn, alls konar áskoranir og vandamál. En núna þá svona hafa flestir einhverja rödd og þetta með að halda öllu opnu, ég held að þetta sé aðferð sem að almenningi hugnast ekki núna ég held við þurfum að fara að kalla aftur á einhver prinsip og orð og efndir og þið þingmenn, þið getið reist nýtt traust upp úr því sambandi almennings og stjórnmálafólks sem að gengur út á að endurheimta siðferði og prinsip. En hvernig það verður gert nákvæmlega ekki alveg gott að segja. En hvernig svona í lokin... Stórluti að því þetta samt að það sé algjörlega skýrt af hálfu alþingis og hálfu ráðherra og hálfu undirstofnana að það eitthvað regluverk sem á að þjóna hagsmunum almennings og það sé alltaf virt. Og það bara ekki alltaf þannig. Við sjáum það ekki alveg skýrt að þannig sé það á Íslandi að sömu reglur gildi fyrir alla. Nei. Það fyrsti punkturinn. Og verður að vera algjört leiðaljós að þú sért ævinlega með almanna hagsmuni að leiðaljósi. Já. Ég hef kannski verið svolítið dramatískur hér á köflum en mér svellur móður eins og mörgu því fólki sem ég hitti bara í sundi. Fólki svellur móður. Þetta ekki góði tímar. Fólk hefur miklar áhyggjur því sem að gerast utan landsteinina, friði ógnað og það miklar áhyggjur því sem að gerast hérna innanlands, þannig að sannarlega bíða mikil verkefni
ykkar, hvort sem við göngum til kosninga eftir nokkra vikur næsta haust eða eftir rúmt ár. En hvað sýnist þér svona í lokin, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, þingmaður Viðreisnar, hvað sýnist þér í lokin að verði þingfrestun? Áttu við hvenær að hún verður? Já, hvenær má vænta hennar og hvaða mál sýnist þér sem að það hafi tekist að semja í gegn? Það ennþá algjörlega á huldu og ef þú veltir í fyrir þér að ég veit að þú fylgist með dagskrá þingsins þá það ekki þannig að Alþingi standi í næturfundum vegna þess að það sé eitthvert ólag eða brölt á stjórnarandstöðu. Við erum dag eftir dag að sjá þingflokksformenn ríkisstjórnarflokkana tala að kannski á morgun fæðist einhver listi þeirra hvaða mál þau geti hugsað sér að afgreiða. En listin einhvern veginn birtist aldrei sem ég veist aftur sína stóra vandamál þessar ríkisstjórnar ekki hvort að Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra í hægri stjórn eða Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra í vinstri stjórn, heldur svo staðreynd að þessi ríkisstjórn fullkomlega óstarfhæf. Og það birtist í því að við erum á verðbólgutímum, heimilinar finna fyrir háum vöxtum, biðlistar eru einkennismerki íslenska heilbrigðiskerfisins, kennarar vinna við ómögulegar aðstæður í skólum. Menntun Íslendinga núna síðast þetta með skapandi hlutan í PISA-könnun. Við erum bara með allt niður okkur. Við erum með allt niður okkur. Og þegar maður heimsækir skólana þá finnur maður kraftin og metnaðin í kennarunum, en mjög breytt landslag það við hvaða aðstæður þau kenna. En á síðustu metrum þingsins og þá einhvern veginn átökin á milli ríkisstjórnarinnar, netverslun áfengi, hvalveiðar. Þetta speglar á engan hátt áhyggjur almennings og talið í heitu pottunum í laugunum. Og það enginn þessari ríkisstjórnar. Hún úr takti við allan raunveruleika. Já. Þú ætlar að leiða okkur út úr ógöngunum með framsóknarmönnum og Samfylkingunni. Það var ég sannarlega ekki að segja. Þú varst að skamma mig fyrir það að útiloka ekki Sjálfstæðisflokkinn og ég einfaldlega að halda því til haga að það hefur ekki verið íslensk menning að gera það. Við horfum auðvitað á Norðurlöndin, þar hafa verið blokkir. Við höfum aldrei haft það system hér á Íslandi. Ég var bara svona að lýsa fyrir mitt leita því mér fannst þú vera að draga mig svo í átt að einum flokki sérstaklega svo líka til eitthvað sem heitir miðja í stjórnmálum en það þetta ákveði einkenni á íslenskum stjórnmálum og kúltúrnum sem ég hef verið alla tíð að flokkar fara ekki algjörlega límdir inn í baráttuna og það þetta samtal hvort að það sé eitthvað sem þurfa að breytast eða eigi að breytast menn það þetta skipta skoðunir það líka, það ekkert allir sem á því að það sé betra að vera búin að brenna merki einhverja aðila í upphafileiks. Nei, ég ánægður með það að þú skildir, að ég skildir ná einhverju upp og varðandi hugsanlega framtíð. Mér finnst það gott hjá þér. Ég vil líka bara taka það skýrt fram að ég teldi bara ekkert athugavert við það að Sjálfstæðisflokkurinn yrði præmkostur í næstu ríkisstjórn ef höfuðans væri ekki spiltasti og óvinsælasti stjórnmálamaður samtímans og ég skil ekki að aðri fjölmiðlar, meginstraums fjölmiðlar hér svokallaðir, þeir ávarpi það ekki reglulega og við séum öll að láta eins og það sé bara allt í lagi og það sé bara eðlilegt að þessi tiltekni maður sé formaður Sjálfstæðisflokksins og valdamestur Íslendinga og þetta, sko það er svo merkilegt með það að nú einhver að hlusta eða horfa og hann segir, já, hann Björn, hann svo pólitísku sjálfur. Nei, þetta hefur ekkert með pólitík að gera. Þetta hefur með sögun að gera. Þetta hefur með siðferð að gera. Þetta sér hvert einasta mannsbarn að sumir ekki í neinu fötum. Og ég held að við þurfum kannski stundum aðeins meiri samhljóm á milli þeirrar umræðu sem við höfum mælt í könnunum. Já, en nú getur við sittið hérna tvö og talað ólíka flokka og forystu í þeim flokkum en svo það auðvitað bara þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur valið sér Bjarni Benediktsson til forystu. Ég segi það. Og það þeirra ákvörðun og við getum haft skoðun á henni en það bara eins og það Ég segi það. Og hann hefur staðið af sig
mótframboð Jú. þar á bæ, þannig Já, já. hérna En á meðan svo þá má velta því fyrir sér hvort Sjálfstæðisflokkurinn sé stjórntækur eða sé valkostur fyrir aðra flokka en þá sem að kjósa að klára með honum líkgönguna. Mér nú reynda Í líka þessari stjórn. fundist sérstakt í þeim efnum varandi sko umfjöllun að því ég held nú að sko ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að segja það að upp til hópa fólk sem að velst til starfa á Alþingi gott fólk. Já. Og sem Ég trúi því líka. gengur gott til Einmitt. og með þess að líka vond umræða þegar að einhvern veginn stjórnmálin eru öll sett undir það að það sé fólk sem að allt sé að vinna í þágu sérhagsmuna nú misti ég hans þráðinn Er fólk að því að tala að þingmenn séu allir að vinna í þá sérhagsmuna? Ég held að svo umræða sé ekki góð Nei. að tala með þeim hætti Nei. af því að hérna, það er ekki þannig. Nei, en ég held sko að fólk upplifi að sumir minnihlutaflokkana séu alltið hérna að huga almennis hérna almannahagsmunum en svo þegar þú komin í stjórn þá ofta eins og eitthvað breytist. Er það bara hérna Ísland einhvern veginn að við höndlum illa að fara með völd í svona litlu klani, Ég held í allir falli að svona samstarf og við sjáum það þegar líður og setna kjörtímabili, þetta er ekki gott. Ég held raunverulega að hluti þess vanda sem við blasir í dag, sem er aukin skautun er þetta minnstur því það er einhvern veginn þau vinna út frá því að vera með gagnkvæmt neitunarvald og ríkisstjórn á að reyna að koma einhverju áleiðis en ekki bara verið því að stoppa mál hvers annars. Það býr til ákveðið andrúmsloft sem að fer langt út fyrir ríkisstjórnarherbyggið, langt út fyrir Alþingi, heldur út í samfélagi allt. Fólk finnur það er algjört stopp í samfélaginu. Það er framkvæmda stopp og vegna þess að ásatnir ná ekki saman, þá erum við einhvern veginn bara eins og í frosti. Er ekki líka bara algjörlega óþólandi að vera í minnihlutunum og vita að skiptir engu máli hvaða hugmyndir þú færð, hvaða góðu verk þú hérna, hvort sem það er þingmannafrumvarp eða hvað það er, að ekkert af því sem að þú núna í minnihlutunum ert að hugsa og gera mun fá framgang, ekki nema það að þú getur svona pizzað inn miðlað skoðunum þínum þannig að þingmennir í stjórninni séu sammálaðir. Sko birtingamyndin niður á þingi er reyndar aðeins flóknar en þetta. Og það er alveg rétt að þau mál og þau frumvarp sem að við leggjum fram þau ná ekki fram komast ekki, þú farað að mæla fyrir þeim, svo farað þeim í nefnd og þar sofna þau og eru látin sofna og þetta er einhver kúltúr sem hefur viðgengist allt og lengi. Er hann skiljanlegur? Hann er skiljanlegur upp að einhverju marki. Ég get skilið að ríkisstjórn eins og þessi svæfi mál okkar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hvort að ég halda viðræðum við Evrópusambandið áfram. Þannig að hann er skiljanlegur vissulega einhverju marki, en hann er ekki skiljanlegur öll mál eða mál sem að það ætti vel að vera hægt að mynda samstöðu En inn í nefndum þingsins þá getur sterkur þingmaður í stjórnarandstöðu haft áhrif til góðs með þeim hætti að það fara einhver mál á dagskrá sem annars ekki voru þar. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það að þú ert nú nefna löggæslu en ég hef barist mjög fyrir því inn í fjárlaganefnd í tengslu við fjármála áætlun að það gildi það sama lögreglu og heilbrigðisstéttir hvað varðar þá breytu að þetta fólk sé undanskilið aðhaldi. Þarna er fólk sem er að vinna á sólarhringsvöktum, allur kostnaður er launakostnaður, þú ferði í aðhald, þá þýðir það alltaf uppsagnir. Stytting vinnuveikunar, hún hafði rosalega mikil áhrif. Fyrir þessu hef ég verið að beita mér mjög mikið og ætla bara að leyfa mér að segja það að ég eigi eitthvað í þeirri niðurstöðu að lögreglunar í dag undanskilin aðhaldi. Þannig að þingmaður og þingmenn í stjórnarandstöðu hafa sannarlega áhrif. Síðan er það þetta þannig og að því umfjöllin er oft þannig að við sem að rífast inn í þingsal en það sem við erum að gera inn í þingsal eins og í gær er að halda því til haga og minna þá á þegar ég fer og tala við fjármálaráður það hvernig má það vera að þið ætli ekki afgreiða samgönguáætlun þá fer það út í umræðuna og ráðherrann þegar hann fer á mannamót í kjölfarið þarf að svara því
hvað gerði þetta verkum og þetta alveg liður í gangverkinu og mér finnst að við þurfum að vera í stjórnarandstöð, við erum ekki að vera eitthvað lítil í okkur með það, þetta okkar hlutverk. En stjórnvöld hvers tíma ætti að vera nægilega stór til þess að hleypa alltaf einhverjum þingmálum minni hlutans í gegn. Einlæglega það væri frábær skilaboð til þjóðarinnar. Það væri frábær skilaboð til þjóðarinnar og í mínum huga mjög augljós leið til þess að auka virðingu Alþingis. Akkurat. Þannig að það ótrúlega gamaldags hugsun að vera fastur í þessu. Já. Og eins og ég segi aftur, það geta auðvitað verið einhver þau mál sem fundamental ágreiningur og þá það auðvitað þannig að það búið að mynda ríkisstjórn eða á að vera búið að mynda ríkisstjórn utan ákveðnar hugmyndir og það verið til þá einhver girðingum það að ekki allt annað komist áfram. En ég var til dæmis með mál sem ég lagði fram sorgarleyfi. Í dag erum við með sorgarleyfi í lögum fyrir þá foreldra sem upplifa þá hræðilegu sorg að missa barn. Að Alþingi hefur sagt, við ætlum að taka utan fólk í þessari stöðu og standa með þeim hætti að fólk sem að glíma við sorg á fyrstu mánuðum geti tekið sér leyfi frá vinnu án þess að yfir þau hellist á líka fjárhagsáhyggjur. Og ég lagði fram frumvarp að bæta því við að í þeim fjölskyldum þar sem að annað foreldri hefur látist, til dæmis bara við þekkjum öll sorglega sögur þess, það eru hjón eða par þar sem að annað foreldri deyr til dæmis bara úr krabbameini eða hver svo sem ástæðan allt í einu stendur eitt foreldri eða annað foreldri eftir með börn frammi fyrir nýjum veruleika að þessar fjölskyldur eru hliðstæðar hinum fjölskyldum hvað var það þennan rétt og auðvitað ekki allar fjölskyldur þannig að þessi tveir foreldrar en það getur verið annan náinn aðstandandi amma eða afi, hvernig sem það en við vitum að það eru 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri eftir stendur mamma, pappi, afi eða amma hvernig sem það með það verkefni í fanginu að standa og styðja við barn í mikilli sorg stærsta áfalli lífsins ættu við ekki að geta gert það sama fyrir þessar fjölskyldur og við gerum fyrir hinnar. Því ég mælti fyrir þessu máli, það komu þingmenn upp úr stjórnarliðinu og töluðum það hvað þetta væri gott mál, skynsalegt og fallegt. Það ringdi yfir með tölvupóstum frá fólki sem hefur þessa reynslu og vildi svo gjarnan sjá þetta mál verða að lögum. Þessu máli fylgir engin óheyrilegur kostnaður og það ekki þannig að það sé bullandi pólitískur ágreiningur þetta mál. Eina ástæða þess að þetta mál verður sennilega ekki að lögum fyrir í breyttri ríkisstjórn að það var rangur þingmaður sem lagði það fram. Þetta glatað. Þetta ömurlegt og þetta ekki þurfa að vera svona og þetta gerist það í þinglokum að við semjum og ríkisstjórnin svona hendir og dúsum þið fáðu eitt mál og þið fáðu eitt mál Viðreisn fékk fyrir nokkrum árum til dæmis það samþykkt baráttumál okkar að það yrði sett í lög að sálfræðiþjónusta yrði hliðsett annarri heilbrigðisþjónustu með þeim hætti að hún yrði niðurgreidd. Við vitum að hver staðan í geðheilbrigðismálum hver staðan í geðheilbrigðismálum ekki síst ungmenna og það algjörlega háð í hvort að unglingur á foreldri eða foreldra eða bakland sem getur greitt fyrir sálfræðiþjónustuna. Tíminn í dag yfir 20.000 krónur. Það var samþykkt og við náðum þessu fram eftir margra ára baráttu að fá það inn í lög að sálfræðiþjónusta skyldi hliðsett annarri heilbrigðisþjónustu. En hvað gerir svo? Ríkisstjórnin hefur aldrei sett fjármagn í þetta. Þannig að þessi lög eru lifandi dauð. Já. Og því miður ekki eina dæmið. Því miður ekki eina dæmið þetta. Í millitíðinu hefur það að vísu gest að það eru komnir einhverju sálfræðingar inn í heilsugæslu landsins. En hver sagan þar? Þú kemst ekki til heimilislæknis hvað þá til sálfræðings. Þannig að það mikið talað geðheilbrigðismál en þarna var ofboðslega skýr aðgerð sem hefði mátt fara í, sem var fullkomið samstæðum á Alþingi en ríkisstjórnin svaraði með þeim hætti að neita setja fjármagn í þetta. Við vorum með mann hér við Rauðaborðið í gærkvöld sem lýsti því hvernig það væri að þurfa að bíða eftir lækni í 3 ár. Þetta ekki lagi.
og það vantar svo mikið á þetta síðlega. En Þorbjörg Þá dugar ekki tala bara hagvöxt og sjáðu ekki veisluna. En Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, kæra þakki fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Við erum komin svolítið vel yfir tímann sem ég ræddi við þig að mér langaði að hafa þig hér hjá okkur við rauðaborðið, en kæra þakkir fyrir að gefa okkur þennan tíma á annarsunnum degi. Og nú ferð þú niður í þing og tekur í hnakkadrambið á þeim sem það eiga skilið, ekki satt? Jú, það mitt verkefni. Það mitt verkefni. En áfram höldum við og Gunnar Smári sér næsta kafla. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að fara til Argentínu, það sem nú aldeilis fjör í pólitíkinni. Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor, hingað komin. Þetta er velkomin. Þakkaði fyrir. Það er þess að málið að Javier Milei var kjörinn forseti. Já. Og hann er ekki alveg venjulegur maður og ekki heldur svona venjulegur stjórnmálamaður, því að við höfum eiginlega ekki séð jafn svona bara ráa nýfrjálshyggju eiginlega nokkuð staðar. Nei, en það kemur hann ekki úr stjórnmálunum. Hann átti engan bakgrunn þar og kemur fram á sjónarsviðið á stjórnmálavetnum bara í þessari forsetakosningu og þetta er óheflaður, óhefbundin að öllu leyti. Stjórnmálamenn í Argentínu hafa annarkvort verið svona virðulega jakkafattaklæddir viðskiptalífsmógúlar eða verkalýðshreyfinga svona peysumenn en í skyrtu undir og með ákveði fas og orðfæri og Milei kemur á allt annari átt. Hann fylgir engum svona formúlum hvað það varðar. Svoleiðis að það var eftir honum tekið leið en svo líka það hvernig hann talar. Og ef við hér á Íslandi erum að láta fara í taugarnar á okkur hvernig Trump talar og er með svona 5 frasa sem hann endurtekur, endurtekið, að þá er Milei, hann er ekki, hann vantar ekki orð, en þau eru mjög óhefluð og óhefbundin og mjög ögrandi. Hann talar fólk sem rottur, sem fávita, sem kasta er orð sem hann notar mikið og þýðir í rauninni stétt, en hann notar það hina pólitísku stétt og í mjög niðrandi merkingu. Þannig að hann svona hamrar á þessum hugtökum aftur og aftur. Og fyrir vikið einhvern veginn smá saman taka aðrir þetta upp. Ég var að hlusta á einhverja útsendingu á netinu, podcast ungs fólks af hægri væng, stjórnmálan í Argentínu bara núna fyrir nokkrum dögum og þau voru farin að eigna sér þessi hugtök eða taka þau og nota þau þá sem þeim var í nöp við eða vildu einhvern veginn koma að höggja á. Sem er þá stjórnmálastéttin og elítan. Já. Og það er ekki tilviljun að það rís upp andstaða við stjórnmálaelítuna í Argentínu. Nei. Þjóðin hefur orðið fyrir miklu vonbrigðum með stjórnmálin. Já, og það er, Argentín stjórnmál hafa lengi verið svona eins og pendull. Þau fara frá hægri til vinstri, ef við tölum á þeim nótum og það sem að hefur gerst frá þegar Argentína fór á hausinn 2001 þá er búið að vera einkavæða allt frá 90 og til 2000 eða 98 var það þannig að 2 kjörtímabil sem Menem var við völd og þá fer allt á hausinn og það er bara gaggir uppstokkun á mjög mörgu og það verða ákveðna væntingar og það verða ákveðnar vonir að nú sé þessu búið og allir hafi einhvern veginn lært leksíuna og nú komi. En síðan hefur það bara ekki gerst. Kirchner, fjölskyldan eða eiginmaður og síðar eigin kona hans verða þarna í forsvari fyrir peronistana eða það sem kallaði núna kirchnerismo og það eru ákveðna væntingar úr lástjettum eða neðri millistétt og lástjett
efnahagselítan vinnur auðvitað gegn þeim og nær svo kosningu í önnur 4 ár undir fyrrverandi borgarstjóra Buenos Aires Macri. Hann fer beint til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fær 54 milljónir, 1000 milljónir dollara, ég man ekki hvað uppæðin var, einhver óskapa fé. Það fari í ganga alls konar framkvæmdir, svo kemur að því á að byrja borg og þá ekkert til. Og það hefur ekki verið fjárfest í framleiðslu. Þannig að það ekkert að skila sér ríkiskassan og aftur kemur krísan sem að þessi síðustu 4 ár undir Fernández og þá Kirchner varaforseti hans og óánægjan auðvitað beinist þá mjög að peronistunum eða kirchneristunum og það kemur ekkert á óvart að það kosið eitthvað annað. Þannig að þessi væntingar að hlutirnir breytist, það spurning hver að vænta hvers að hverjum og sá pendull einhvern veginn endalaust í gangi og endar með þessum hávaða alltaf og öfgum og það sem gerist í Argentínu. En Milei fulltrúi svona hefðbundna hægris þarna eða kemur hann svona out of the blue sem valkostur á móti fyrir þau sem hafa bara mistrú á þessu að þessi pendull það sama hvert hann slær að ekki skánar ástandið. Nei, það ekki að slá. Þannig við þurfum eitthvað nýtt. Já, og hann kemur svolítið svona úr óvæntri átt þarna í fyrri umferðinni og það sem gerir svo í seinni umferðinni þá eru þeir 2 eftir og mildara hægrið ef hægt að tala það þau flikkja sér á bak við hann af því þau vilja ekki áframhaldandi peronisma í landinu. Peronismi er svona vinstri populismi, trú á sterkan mann, svona argentínsk útgáfa af. Já, eiginlega byrjaði bara undir stjórn Perón, hann átti 2 tímabil í stjórn Argentínu. Hann kemur úr verkalýðshreyfingu? Já, og fyrra valdatímabilið hans var eiginlega svona ákveði blómaskeið að því leiti að það voru heilbrigðiskerfi sett á laggirnar, skólaskylda, mötuneyti fyrir börn, það var ýmislegt sem að verkalýðshreyfingin hafði barist fyrir sem komst á laggirnar. Sem auðvaldið og landeigundur höfðu engan áhuga á. Nei, og fyrst heldur bara sér til hlés sem fóru svo auðvitað að vinna að reyna að mylja undan því og það endaði í herforingjastjórninni og þarna seinna tímabilið, þá var eiginkonans orðin forseti þetta alveg löng og athyglisverð saga sem margt hefur gengið á og allar þessar gömlu raddir eru ennþá í stjórnmálum samtímans. Þannig að þegar að Milei kemur, þá hann nýr, hann öðruvísi, hann talar öðruvísi, hann klæðir sig öðruvísi, hann hegðar sér með mjög annars konar hætti en verið ekki hlutað í litinni. Nei, og unga fólki flikkir sér hann og það eru ungir kallar sem að kjósa þannig í fyrri umferðinni að miklu meiri hluta og hann fær þeirra atkvæði líka úr svona jaðarhópum í samfélaginu, ekki bara einhverjum út á efnagsstefnans var þá ekkit svona skýr eins og hann hefur verið að reyna að setja hana fram síðan hann tók við völd. En hún var samt þarna, ég man áður hann var kosin, þá var ég að lesa stefnuskránuna hans og bara förða mig á henni og ég held að við fjallaðum það meira hér. Þannig að hún var þarna, en þú ert að segja að það sem réði hann var í kosin var að hann kæmi kannski svona svolítið eins og Trump kemur svona annars staðar frá. Það var náttúrulega sagt Trump að hann hefði unnið að því að fólk vildi frekar kjósa ruglukoll heldur en ligara og það var hugmyndin svo að Hillary stæði fyrir stjórnmálaelítuna sem hafði alltaf verið að segja okkur að þetta væri svona rétt handa við hornið og hún væri að vinna í þessu en við upplifðum bara versnandi kjör og engan framgang. Nei, og ég held að það hafi að hluta til verið þarna líka spilað inn í þetta en það voru auðvitað fleiri frambjóðendur sem að líka voru að róa á þessi mið, efnahagsleg uppskipti og minkandi ríkisumsvið. Milei var ekki einn það.
Svoleiðis Það að er svolítið gróft, Jón, sko. Já, Selja já. allar ríkisstofnanir, ekki Já, bara, já. það er svo ótrúlega. Og það er auðvitað það sem að hann er nýbúin að gefa út bók Já. sem hann kynnti á stærsta svona leikvangi sem í Buenos Aires og hann byrjaði þá bókakynning á rocktónleikum þar sem hann var aðal söngvarinn, mætti svartklæddur eins og hann er gjarnan Það var náttúrulega í rocksveitum þegar hann var yngri. Já, svo hálfgerðu punkari eða svona á jaðrinum í því. Og þar er hann í þessari bók sem ég er nú ekki búin að lesa frá A til Ö, en þar tekur hann fyrir bara efnahagskenningar Chicago skólans og Friedman og aftur til Smith og útfærir það á einhverju svona sem hann er að reyna að segja sko þriðja heims eða þróunar landa grunni og gengur ótrúlega langt og hann alltaf gerir það bara strax og hann er á argentínska þinginu sitja 275 manns öldungadeildin er 72 þar eru 3 frá hverju fylki í landinu og þau eru 24 á þinginu af þessum 275 á Milei 38 fulltrúa þannig að hann hefur það eru 6 mánuðir sem hann tók við völdum hann er ekki komið einu einasta lagafrumvarpi í gegn en það sem hann hefur gerið er þá að nota tilskipanir og þessar fyrsta sett af tilskipunum sem hann kynnti bara strax í upphafi 600 reglur sem að, eða greinar sem að eru í því lei omnibus alþýðu lögin eða almenningslögin eða hvernig sem við þýðum það og það bara tilkynntan þarna og þar eru náttúrulega efnahagsmálin mjög ríkjandi og tónnin í því hann lagði niður ráðuneyti og opinbera stofnanir á þeirri stærða gráðu að 50.000 manns mistu vinnuna frá einum degi til annars og síðan þá hefur hann lagt niður alls konar sko svona útselda vinnu frá ríkinu þannig að önnur sko 20.000 hafa mist vinnuna og þetta hefur allt orðið til þess að í Argentínu var sko viðmið fátækra í landinu var 40%, það var 41% út á landi, 38% í Buenos Aires og skiptist eitthvað svona aðeins en í kringum 40% og nú er þessi tala síðasta sem ég sá tölur voru síðan í maí, þá er þetta komið upp í 57%. Þannig að fyrir almenning og svona neðri millistjættin er að hrynja niður í fátækt eða lágstjætt. Og það ekki þannig, hann er ekki bara að loka stofnunum, hann er að bara draga úr hvað heitir þetta, milligreiðslukerfi ríkisins, það bara strókar út alls konar bætur sem að voru áður sem að fólk var háði til þess að hanga þarna fyrir ofan fátæktarmörkin og þannig þarf bara að dunkar það niður. Já. Og hann hefur líka gert að hann hefur sem sagt allt háskólakerfið það fekk núna sömu fjárveitingu fyrir 24 og fyrir 22 ef ég man rétt og ekki tekið neitt tillit til verðbólgu sem hefur auðvitað verið mörg 100% og það er allt vittlust út af því og ég og auðvitað hellingakunningum þarna í mínu gamla háskóla sem var háskólinn í Buenos Aires og það liði bara allt út á torgum og einhver staðar að reyna eða mótmæli, það er náttúrulega mjög öflug mótmæli við þessu niðurskurði aðalega. Eitt af því fyrsta því dag er náttúrulega 19. Júní og hann byrjaði á því að leggja niður kvennamálaráðuneytið og allt sem við kemur mannréttinda stofnunum og þeim vettvangi hefur lýst yfir hann á móti öllu sem við kemur getnaðavörnum og fæðingarmálum og hvað þá hvað heitir þetta núna, fóstureyðingum og... Mér minnir að það hefði komið fram einhverstaðar að það var eitthvað mál sem var tekið sem dæmi barnunga stúlku, það var bara 12 ára sem hefði verið nauðgað og gekk með barn og hann var á móti því að hún fengi fóstureyðingu. Hann er gengur það langt. Svo. Já,
og hann gengur mjög langt og hann hefur náttúrulega fengið alla kvennarhreyfinguna sem í Argentínu mjög öflug og hefur verið mjög öflug undanfarin áratug eða svo upp á móti sér, algjörlega og það bara það snúast allir við skinninu einhvern veginn þegar hann byrjar með þennan líka svona öfgafulla málflutning og hann ekkert að skafa af því, hann ekkert að reyna að vera kurteis eða leggja fram yfirvegaða vel orðaðar, mótaðar hugmyndir til þess að fylgja þeim svo eftir, hann til að stuða og til þess að einhvern veginn fá, hann þrífst í því að fá á móti sér líka reiðilestur og þá gefst honum tækifæri til að láta gamning geisa og hella sér yfir fólk. En hans markmið eiginlega að brjóta niður svona það samfélag sem að við kannski þekkjum. Já. Minnka alla stuðning við þá sem að standa ver, lækka stórfellega skatta, draga ríkið út úr eiginlega sem öllu bara, það eiginlega hans markmið og upprýsi þá fagurt samfélag, nýtt og betra. Já, og hann alveg lýsir þessu, þú veist, hann alveg með þessar hvernig á að gera þetta og það sem að það mjög athyglisverður fræðimaður við Háskólann í Buenos Aires sem að hefur lagst yfir ræðurnar hans og greina og síðan lagst í þessa samanburð á frjálshyggju kenningum Vesturlanda eða sem kapitalismin hefur verið að fungera á hér á Vesturlöndum og þessum, hvernig sem við skiljum það og það sem Milley að leggja til og hann segir þetta getur ekki gengið upp af því hann gengur lengra í öllu þessi trú á að það sé til eitthvað sem markaður sem geti fungerað stjórnlaust eða reglulaust það geta aldrei virkað og svo eru þeir núna rétt að byrja að skrifa á móti að rökræða við hann það hvernig af hverju þetta getur ekki gengið upp en það sem að Milley þó honum hefur tekist ýmislegt og eitt af því einmitt að breyta umræðunni. Nú liggja fræðimennir yfir því að endurskilgreina svarunum og það verður mjög lífleg rökræða öll möguleg og ómöguleg mál leið og hann hefur á þessum 6 mánuðum ekki mildast neitt í orðræðinni en eitt af því sem hann hefur uppgötvað og gengst við það hann getur ekki stjórnað Argentínu einn öldungadeildin þar sem að í þinginu þar sem eru þessi fulltrúar frá fylkin eru 24 og þar kosningarna þar fara fram sérstaklega hann verður einhvern veginn að fá þá öldunga með sér til þess að ná. Hann getur ekki bara verið þarna í Olivos þar sem hann býr í Buenos Aires og sendt út þessar tilskipanir og En hann getur samt látið 50.000 opinbera starfsmenn missa vinnuna og 20.000 sem að vinna í útvistunarfyrirtækjum. Já. Það getur hann gert með tilskipun. Já. Ekki samþætt ekki að fá staðfestingu þingsins eða getur dómstólarnir stoppað þetta? Já, og það kerfi allt í fullum gangi og þess vegna hefur hann ekki komið neinum lögum. En forsetinn í Argentínu hefur mikið völd og þess vegna eru þessar tilskipanir hafa þær tekið gildi en þær hafa eitthvað ákveðin gildistíma og þurfa svo að vera ratifikað og staðfest og það er það sem ekki að gerast. Svoleiðis að núna næstu 6 mánuðir verða, auðvitað var Argentína í sumarfríi, það sumarfrí janúar og febrúar og mars, apríl og mæ einhvern veginn þegar fólk kemur tilbaka og allt fyrir ganga nýju. Nú koma þingdar mánuðirnir eftir okkar ágúst, september, október og þá mun einhvern veginn mjög reyna á
hvað þingið gerir, hvernig þingið að raðar sér saman því að svo alls konar fylkingar þar. Það eru mjög margir flokkar á þinginu, sumir þeir eiga 2-3 fulltrúa og þeir skiptast hingað og þangað, bindast og hann með auðvitað nokkra sem eru svona affiliados eða lýsa yfir munu styðja hans. En það þarf svolítið slatta því hann með svo fáa þingmenn. Já, hann þarf mjög marga. Og það mjög ólíklegt. Þetta væri eiginlega verkefni fyrir klókan stjórnmálamann sem væri góður í því að semja málíkjanu þingið, en hann alls ekki þannig. Bæði er hann ekki þingmaður, hefur engar einstæði og hann bara ekki karakterinn í það. Nei, en hann hefur auðvitað, þá sem tilheyra Unión Radical sem var flokkurinn sem Macri fyrrverandi forseti fór fyrir sem bandalag, flokkabandalag. Og Macri auðvitað þarna ekkert langt frá honum og svolítið sá sem fer á milli. Caputo heitir efnahagsráðherrann, hann líka alltaf að reyna að milda aðeins það hvernig umræðan fer eftir að Milei heldur ræðu eða flytur erindi að þá Caputo einhvers staðar að reyna svona aðeins að tálka af verstu agnúana. En við höfum séð það, til dæmis með Trump, að þegar hann nær völdum í Repúblikaflokknum, þá verður það flokkurinn hans. Við sáum þetta líka með Bolsonaro í Brasilíu sem að sprettur einmitt svona, ég meina, tók engi mark á honum, hann var í einhverju smáflokki sem engi hlustaði á, en leið og hann kemst í valdastöðuna, að þá hann allt í einu og hann verður sigurvegari næstu þingkosninga og hann nær eiginlega stöðu eftir hann kemst í valda að ná vegna þess að þeir sem á þinginu vilja skottast náttúrulega eftir valdinu. Já, ekki hvað síst núna, það sem ég ætlaði svo að bæta við það eitt af því sem Milei hefur tekist. Hann var að gera samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn ótrúlegar upphæðir. $800 milljónir sem verið núna að flytja yfir til Argentínu og þetta gríðalegt fjármagn og hann til þess að fá þetta fjármagn hann búin að fara núna 5 sinnum til Bandaríkjana, eiga fundi með, ekki bara með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, heldur líka ráðgjöfum Trump og hann gengst við því að hann hans aðal svona fyrirmynd og ídól í þessum stjórnmálum nútímans. En það að allt þetta fé kemur inn til Argentínu, kemur auðvitað með skilmálum. Milei þarf ekki að byrja að borga þetta. Ég hef ekki séð samningin, ég veit ekki nákvæmlega hvenar fyrstu greiðslur, endurgreiðslur að koma. En eins og við vitum, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn alltaf með skilyrði fyrir. En oft eru það kröfur einkavæðingu og... Já, nákvæmlega. Þannig það ekki að trufla Milei neitt? Nei, það ekki að trufla Milei og það til að styrkja hann. Þannig að hann núna heima fyrir að nota það sem staðfestingu á því að það sem hann leggur til til fyrirmyndar. Og þetta trýs upp að þá bendir hann á að ég hef samþykkt á stefnum mínu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Já, nákvæmlega. Og það að allir þessi peningar koma inn til að fara í verkefni sem alls konar svona innviða verkefni til þess að gera eitthvað á móti þessum vandræðum sem Argentína í. Hellingur af því fer til útvalina og þessir útvaldir auðvitað þeir sem að ekki endilega nánustu vinir Milei því að hann einhvern veginn eftir því sem mér skilst á ekkert mjög mikið af þeim. Hann svolítið svona... Hundana sína sem hann hefur skýrt eftir hagfræðingum. Já, 5 eru þeir en Macri og Caputo eiga hellinga vinum inn í stjórnkerfinu, inn í verktakafyrirtækjum, inn í þessu einhverju sem að heldur þjóðfélaginu gangandi. Svoleiðis að þeir auðvitað halda sig nálagt af því þar getur verið eitthvað. Já, honum hefur tekist það og það skal ekki frá honum tekið, einhvern veginn. Það frekar að spyrja sig hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að pæla af því að Argentína, ef hún á að byrja að borga þetta eftir 10 ár, eða ég veit ekki 5 eða ég veit ekki hvaða langa fresti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gefur. Og mikið af þessum peningum fer í svona verkefni sem eru keyrð áfram af einkaaðilum því að þetta fer ekki til þess að byggja upp ríkið. Nei, hann hefur náttúrulega bara... Þannig að þetta hljóma svolítið eins og bara kallað shock treatment sem að
var eftir hrun Sovétríkjanna, það sem ólígarkarnir tóku yfir, það sem að voru eignir almennings voru bara gefnar Já, og mér finnst alltaf sko Argentína átti þeirra sína eigin flugleiðir og Aerolíneas Argentinas til 90, Menem seldi þær Spánverjum og fekk fyrir það eitthvað inn í ríkiskassan sem allt fór til vina og vandamanna og skilaði svo mjög litlu inn til samfélagsins. Þegar það var búið að keyra það flugfélag þvílíkt í þrot, þá var það þjóðvætt aftur og nú það búið að vera rekið af stjórnvöldum og einkaaðilum í bland í 20 ár og nú á auðvitað að selja allt þar og það sem Milei segir sko, ef að verkalýðsfélögin sem að koma þar að málum eru ósátt við og getur bara keypt sér hluti og rekið þetta sjálft og hans bara, það bara ekki mitt mál, þetta bara opnum markað og geta allir keypt, gjörðu þið svo vel ef þetta svona frábært fyrirtæki að þá bara kaupið þið inn í, en það eru náttúrulega aðilar sem eiga svo ekkit kapital tilbúið til þess þannig að kenningarlega er margt af þessu alveg, þetta hljómar alveg svona en þegar á svo að koma því í framkvæmd að þá einhvern veginn engin nema alþjóðlegt fjármagn einhvers staðar utan að sem þýðir þá að ef að væri hægt að reka þetta með sko einhverjum arði þá færi hann allur í burtu ímynda maður sér og það náttúrulega bara já, eins og bara gangurinn allstaðar. En hann getur örugglega fengið stuðning hjá valdastéttinni og í þinginu til þess að ná ýmsu fram, hann fer stuðning frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, en þegar hann mætir og kynna bókina sína á fótboltavelli, hverjir eru, nýtur hann lýðheilli, þetta sko, fullur fótboltavöllur að fagnanum? Já, það var fullt af fólki nei, það sko einhvern veginn írónían í þessu, jú, það var alveg fullt af fólki, hann hefur stuðning en hann hefur líka ofboðslega sko aðhlæjendur það fór fullt af fólki á völlin til þess að fá staðfestingu fyrir því að hann væri ekki í lagi að hann væri bara undarleg fígúra og til þess að geta svo farið og sagt þá sögu og blaðagreinar þarna í öllum fjölmiðlum í Argentínu strax á eftir voru það var hæðnistónn í mjög mörgum þeirra. Það stundum skipta ekki máli eins og áttu vill eins og Trump að það var svona meginströms fjölmiðlarnir reyndu að hæðast á honum en það bara stækkaði við það. Já. Og auðvitað er það svo lesimílið þar sem ég og Argentínumenn hafa verið mjög og eru það er öflug pólitísk umræða og það er það sem mér er alltaf fundið svo skemmtilegt við Argentínu. Það eru allir taka afstöðu kostið út með vinum eða kunningum eða út á strætóstoppistöðu einhvers staðar, það er talað um stjórnmál og þú getur verið ósammála. Það er allt í lagi og þú ræðir það fram og tilbaka og það þykir bara svona hlut af því að vera einhvern veginn samfélagsþegn. Það heldur áfram. Ég ásóldi bátt með að sjá eftir þessa 6 mánuði að það sé fjölda fylgi við Milei. Mér finnst frekar ennþá þetta óánægju fylgi og þetta vantrú á að það stjórnfyrirkomulag sem að hefur verið ríkjandi í Argentínu að það nái í alvöru að breyta samfélaginu. Þessi 40% fátækamörk eru búin að vera þarna síðan ég fór að fylgjast með og það eru áratugi síðan. Þannig að þrátt fyrir einhvern veginn svona áætlanir ýmiskonar, þá hefur það einhvern veginn ekki breyst. Og Argentína á miklar auðlindir, olíu, gas, landsvæði sem tekur engan enda. Þar hafa ítök Kína aukist mjög mikið í landbúnaði. Milei hefur gefið út einhverjar yfirlýsingar sko gegn því öllu saman og gegn Kína en svo fylgir hann því ekkit eftir. Hann hefur ekki látið neitt á það reyna. Nú hefur að byggja rosalega stóra höfn
nálægt borg sem heitir Rosario sem Kínverjar er að smíða og byggja til þess að flytja út þess landbúnaðarafurðir og þá yfir og hann er ekkert að hrófla við því. Þannig að yfirlýsingarnar eru svona stórkallalegar en svo er hann ekki allavega enn sem komið að láta knéfylgja kviði hvað það varðar. En kannski er hann bara aðeins að ná utanum þessa stóru mynd. En hann heldur áfram að segja Bandaríkin séu fyrirmyndin, hann hefur farið til Ísrael, hann hefur tekið einn fárra þjóða, einarða afstöðu með Ísrael í innrás þeirra á Gaza. Þjóðarmorði. Hvað segirðu? Þjóðarmorði, já. Og svoleiðis að þar eignast hann auðvitað líka bæði aðalega andstæðinga frekar en einhverja fylgismenn. Gyðingasamfélagið í Buenos Aires er mjög stórt. Það er 2,5 milljónir gyðinga sem búi í Buenos Aires aðalega. Þeir stjórna verslun og viðskiptum, fasteignamarkaði mjög mikið, öllu sem viðkemur vefnaði og vefnaðariðnaði, loð, ég veit ekki svona hvað það heitir á íslensku. Eins og pelsar og skinn. Já, öllum skinnaðinaði og hann er mjög mikill og áhrifamikill. Svoleiðis að þar er mikið fé í þeim geira eða sem að þeir halda utanum, þannig að ég skil alveg hann vilja halda þeim einhvern veginn nálagt sér en ég skil heldur ekki að það við þurft að lýsa yfir vegna þess að inn í þessu gyðingasamfélagi Buenos Aires eru mjög lítill hluti þeirra er heittrúaður þó að það sé líka en það er stórt samfélag mjög svona framsýnna menntamanna meðal þar innan þess samfélags. Eitt var enda þegar hann kemur svona utanfrá. Hvernig tekst hann það? Hann var nú með ykkur sjónvarstætti eða ekki? Hann var svona mætti og talaði pólitík og stjórnmál. Já, og hann hefur verið alveg sýnilegur. Sem eitthvað svona fígúra frekar. Frekar, já. Eins og reynda Trump og Bolsonaro og margir. Já, og hann byrjaði auðvitað bara í popheiminum eftir herforingjastjórnina þegar skapaðist ákveðið svona leyfi til að vera allavega eftir potloginu var lyft ekki bara sem pólitíkus heldur líka í menningar og listalífinu og sem svona playboy og hann var með var að kenna tantrakynlíf og já og svo var hann samt líka í viðskiptalífinu og hann á mjög brotin fjölskyldubakgrunn og hann talaði mjög opinbert það samband feðra og svona hann hefur skilið eiginlega við fjölskyldu sína já núna, já og fyrir þó nokkru og bara tilkynnt það nema systur sína, hún er þarna núna mjög við hliðina á honum í öllu þessu brölti og en aðalega við föður sinn það var svona ofbeldisfullur maður að því mér skilst og hann hefur fjallað mjög opinbert það og hann fékk líka athygli fyrir það að taka það upp bara þetta samband og á vissum tímapunkti var það eins og þetta afsökunin sem faðir hans hafði fyrir að beita ofbeldi var feðraveldið í sjálfu sér. Þetta hinn dóminerandi maður var sá Karl var sá sem átt að fékk leyfi til að vera það. En svo hefur hann náttúrulega sjálfur einhvern veginn beitir þeim töktum bara í málfari. Ég veit ekkit hans auðvitað prívatlíf en hvernig hann talar við aðra og gerir lítið úr öðrum og talar niður til fólks og hópa er einhvern veginn ekki eins og hann hafi eitthvað endurskoðað
það fyrirkomulag með einhverjum raunsæjum hætti. Svo með skrítið hár eins og Trump og Boris Johnson og Gert Wilders og fleiri. Það ekki gálga. Já, og gerir út á það. Gerir út á það. Það kallar hárkollan eða eitthvað sliðis, eða ekki? Jú. Hann alveg, og það eru mörg svona gælunöfn sem hann hefur. Beluga þetta hárkolla. Já. Og það sá svolítið þegar hann var að fara á svið þarna út á Spáni daginn, hann var sérst boðinn af Vox, ultrahægri flokknum á Spáni til að halda opnur ávarp á þeirra ástingi. Þannig hann lítur svo á að hann sé hluti af einhverju rísandi hægri byltingu í heiminum með að tengja sig við Trump, með að tengja sig við Vox. Já. Og það kom alveg frá að hann byrjaði ræðuna sína út á Spáni á því að þakka forsvarsmönnum Vox fyrir fundi sem þeir höfðu þegar átt. Sem að ég vissi ekki eða veit ekki hvað áttu sér stað, hvort það var fyrir kosningarnar eða eftir hann tók við völdum. En hann nefndi það sérstaklega. En þegar hann að labba þar inn á sviðið og þar byrjar hann á því að syngja líka, áður en hann heldur sitt formlega erinn, þá hann svona laga hárið aðeins og bartana og passa það að lukki sér í lagi þegar hann gengur það. En honum tókst að móðga ráðamenn á Spáni? Já. Hann náttúrulega tala að kona forsætisráðherra var gerð spilt. Já, og hann notaði bæði forsætisráðherrann og konu hans hugtök, mjög gróf, óviðeigandi hugtök í spænsku máli og þannig að allir kiftust við og líka bara ekki bara þau, heldur svona vel upp aldir þó þau séu fylgismenn. Það var einhvern veginn svona segir maður ekki einu, þetta var svona pörupilta stíll á framkomans, en hann kemst líka upp með þetta. Þó ekki að Spánverjarnir kölluðu sendur hans heim, eða ekki? Jú. Og samskiptin hafa verið styrð síðan og ég veit ekki hvað verður úr því. Ég held það búa fleiri 100.000 Argentínumenn á Spáni eftir krísuna 2001. Fóru 400.000 manns frá Argentínu til Spánar og það hefur bæst í þann hóp síðan. Þannig að auðvitað verða þau að finna einhverja lausn eða þessi lönd á þeim samskiptum. En þetta svolítið stíllinn sem hann beitir. Hann kemur fram með staðhæfingar, fullyrðingar, formælingar og svo svona einhverjir í kringum hann sem svo að taka til. Og hvort að þetta dugar, þessi brella dugar til þess að halda fylgi við hann eða hvort að fer að kvarnast utan af því þegar þetta verður þreytt. Þá bara eftir að koma í ljós. En hann hefur náði að vekja mikla athygli til góðs eða íls og það og ég heyrði það bara á þessu unga fólki sem ég var að hlusta á í þessu podcasti, að þau voru einhvern veginn að máta aðstæður ungs fólks inn í þessa nýju sýn og ímynda sér að það geti verið til góðs. En á sama tíma spurði ég mig að þess að vita nokkuð þau voru ekki kynnt, maður átti greinilega að vita hver þau voru og að úr hvaða skólakerfi koma þau ef hann að skera niður háskólamenntun og núna vill hann taka upp skólagjöld í alla skóla og hvað verður þá það sem hefur verið eitt af sem mér hefur fundist gæði argentínsk samfélag og ég naut þess meðal annars að ganga þar í háskóla. Tímar byrjuðu klukkan 5 á daginn og voru til 11 á kvöldin til þess að allir getur sótt sér háskólamenntun. Þó þú þyrftir að vinna á daginn, að þá getur þú komið og sótt tíma á kvöldin og helgar, kennt alla laugadaga og það kostaði auðvitað ekki krónu, nokkuð skapaðan hlutur. Svoleiðis að þetta hefur hann velt upp
og fengið auðvitað allt það kerfa móti sér og alla þá fjölmörgu sem sótt hafa sér menntun og eru auðvitað þeir sem haldi upp í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og öllum öðrum kerfum í landinu er fólk sem hefur sótt sér menntun heima og svo jafnvel einhverja framhaldsmenntun annar staðar. En hann ætlar semst að byrja á því að taka upp skólagjöld fyrir erlenda stúdenta og af því eins og Háskólinn í Buenos Aires hefur verið viðurkenndur sem mjög góður skóli að þá hefur mjög margt fólk annars staðar áður úr álfunni og það sambland hefur auðvitað verið svo frjótt samfélag fyrir álfuna en hann er ekki að leggja mikla áherslu á samskipti innan Rómönsku Ameríku. Hann talar illa og niðurlægjandi marga forráðamenn annara landa í álfunni. Margir eru svona frekar vinstra megin í lífinu. Já, og hann kallar þá bara alla kommunista, alveg sama hvers konar vinstri menn það eru eða hversu langt til vinstri eða lítið til miðju þeir eru. Það er nú að vera vinstra megin við hann sem er eiginlega og það eru allir og hann notar það orð mjög gjarnan og þegar hann að tala argentínska þingið þó þar séu sko fjöldin allur af flokkum og líka hreyfingum utan ákveðin mál að þá eru það kommunistar þegar að honum hendar. En er það ekki að vísa þá í svolítið stjórnmálasögu þessar álfu sem að stundum er látið líta út eins og sé átök á milli sko, kommunista og hinna sem stundir að Bandaríkjamönnum að hindra það að sósíalismin nái álfunum undir sig? Jú, og það hefur verið alveg frá sko bara 1820 þegar þau urðu sjálfstæð. Þá var þetta kalla liberalis og konservadores og það voru svona 2 fylkingar landeigundur annars vegar og svo almenningur, bændur hins vegar og svo hefur auðvitað skapast og orðið til á þessum 200 árum stór millistétt og hún er svolítið svona og einhvers staðar þarna á milli og þannig að sko úrvalið af því ef ég ætti að fara að kjósa í Argentínu á morgun að þá þyrfti ég alveg hálft ár bara að kynna mér allt úrvalið sem af alls konar sko, stjórnmála öflum sem eru mismikið svona og mismikið hinsegin og þau eru mörg til hægri og mörg til vinstri og einhverju miðjunni. Svoleiðis að það er líka svona eins og stíll Milei eru þetta bara að einfalda og svona slagorð að gera þennan fjölbreytileika. En kannski myndi eitthvað segja sem að lítur á elítuna, stjórnmála elítuna sem vandamál, myndi segja að hann talar bara tæpitungulust. Já. Og það er svo loksins kemur eitthvað sem segir hlutinu eins og Já, og það eru þeir sem fylgjónum eru mjög glaðir með það. Og þú sagðir að væri ungir kallar sem hefðu tryggt honum stöðu þarna verða með tveggja efstu í fyrirumferðinni. Já, það segir þessi stjórnmálafræðingur þarna upp í háskóla sem hefur svona ég tek svolítið mikið mark á einhvern veginn hans stúdirum og en það voru ekki sko yfirstéttar ungir menn þó að mætti ætla þeir eru bara ekki nógu margir en það voru alþýðu drengir sem að sáu ekki fyrir sér neina möguleika, atvinnuleysi mikið, fátækt er mikið, möguleikar þeirra til að einhvers staðar klifra. Rómönska Ameríka er þekkt fyrir það að hvað það er erfitt að skipta stétt. Fólk fæðist inn í stétt og það er þar fast og bundið meira en víða annars staðar í veröldinni og þannig að þeir, og það var jafnvel fjallað sko unga menn í það sem myndi vera eins og Kræin í Buenos Aires skiptist þar alveg ógeðsleg fátækrahverfi, svo maður segir það nú bara eins og það er, en það eru líka svona nokkur yfirstéttarhverfi, en unga fólki þar er líka atvinnulaust eða hefur ekki úr mörgu að velja. Ef pabbiðinn á ekki eitthvað, þú kemst þar inn fyrir eða það eru margir sinir í einni fjölskyldu, að þá eru líka eitthvað svona glerþök, þau eru ekki bara konurnar sem komast ekki, heldur líka unga fólki sem sér ekki möguleika og þau flyktu sér að þér virðist og samkvæmt þessum könnunum Milei.
18. þar sem að þriðji sonurinn, að fyrsti sonurinn fekk fyrirtæki föðusins og hinn fór í kirkjuna og þriðji sonurinn fór á kaffihúsi og fór að undirbúa umbyltingu samfélagsins þess að það var ekki pláss fyrir það. Það er eitthvað svoleiðis. En er þetta ekki, því að þetta er víða sem að talað þetta nýja hægri sem drifið áfram að ungum köllum að einhver leyti. Og þá er það ekki bara make Argentína great again, heldur bara make karlmennskuna great again, sem þá bara upplifun það að kvennabaráttu undir þann áratuga séu að þrengja að okkur og maður heyrir þetta hér í svona podcastum hægri manna að vera að leggja niður kynjafræðin í háskólanum og alls konar svona tal. Já. Og þetta er þetta, og þá hugmyndafræði mætti alveg heimfæra á Argentínu af því kvennabaráttan hefur verið mjög sýnileg og öflug. Og þær voru þarna 2017, 2019, það voru 1 milljón manns, aðalega konur, sem komu saman í þessari baráttu fyrir sjálfræði yfir eigin líkama. Þessu stjórnmálu götunar að konur hafa verið mjög áberandi þar. Já. Og það er svona einkennandi og sérstaklega fyrir Argentínu og Chile, Mexiko að hluta og grænu böndin sem þær binda svona slæður sem þær binda úliðin, að ef að það hefur valdið þessari viðspyrnu sem að birtist í Milei, þá er það auðvitað mjög bara athyglivert og uggvænlegt líka. En þær konur allar eru ekki kjósendur hans og ekki fylgjendur hans, en það er spurning hvernig þær bregðast við ef að hann heldur áfram að fá eitthvað meðbyr. Það hefur verið brugðist við, það eru verkföll. Alveg. Og það eru læti í Argentínu. Hverjir eru það að rísa upp gegn Milei og hans stefnu? Bara, þú veist. Allir og amma þeirra? Já, það er eiginlega svolítið svoleiðis. Af því að það hafa verið mörg verkföll, ákveðina hópa og mótmælaaðgerðir og stöður og göngur, allt kennarabatterið í landinu sem nú engin smáhópur og mjög öflugur, eldri borgarar hafa verið mjög áberandi af því það auðvitað búið að frista ellilífeyrisgreiðslur og verðbólgan, þó að ég held að hafi verið í maí, þá lækkaði hún 4,7% og það er hamrað á því að það sé merki en af 140% hvað eru 4%, en það hefur verið hamrað á því, en gamla fólkið eða eldra fólkið hefur verið mjög öflugt. En síðan eru, ég fylgdi sérstaklega með, það voru allir sem vinna í fjölmiðlum, þar eru mjög sterk verkalýðsfélög innan þess geira, hvort sem eru allur dagblaðaheimurinn í Argentínu gefið út alveg gríðalegu fjölda dagblöðum, en sem komið sem betur fer, og þeirra verkalýðshreyfing og sama með sjónvörp eða þannig miðla, þau hafa líka verið, og svo eru búin að vera þessi 2 allsherjar verkföll sem að bara allir og amma þeir, eins og þú orðaði það, fara út á götur, og það er ekki láta, og ég sé haustið fyrir mér, september, október, vorið þar, að það verður eitthvað mikið að vera. Ég auðvitað veit ekki alveg hvert það fer, en þú getur, það mist þetta fólk sem hefur verið að missa lífsviðurværið. Öll fjölskyldan tekur þátt í að aðstoða þig til að byrja með því að lána þér pening eða selja eitthvað eða þú veist, hjálpa þinni fjölskyldu við að lifa af og eiga fyrir brýnustu nauðsynum. En það gengur bara svo lengi eða svo langt, og ef það er ekkert annað sem kemur í staðinn, ef það er engin önnur atvinnutækifæri, að þá ég get lána systkinum mínum eða gefið þeim svo mikið í svo langan tíma, en svo þrýtur það og þá er eitthvað fleira að gera. Þetta er bara svo margt fólk sem hefur orðið fyrir áföllum á þessum síðustu mánuðum og svo sem áður líka. Efnahagsástandið í Argentínu er búið að vera erfitt lengi.
svoleiðis að, en svo hlæja þeir líka og hlóa mér þegar að krísan var hér á Íslandi, en sem við köllum kreppun og svo já, hófi mín, þetta nú bara, eru þið grátandi yfir þessu, þetta viðvarandi hér hjá okkur, við tökum ekkert mark á þér, þetta bara svona sem við hristum hérna herðarnar yfir og svo lesað, Ég kíkti á þetta, þú veist að tala verðbólguna, það var kosið í ágúst held ég, það var 124% verðbólga. Og hann tekur síðan við í desember, þá voru hann komið upp í 211, svo slæri hann upp í 292% í apríl, en lækkan í 276, það er árangurinn svo að tala að verðbólga fyrir 292% í 276. Eftir að hafa verið að fara upp. Mjög, margast á sama tíma. En svo þetta alltaf... Og ef frosinn ellilífeyririnn í 292% verðbólgu, þá það verður bara þriðjungurinn af því sem þú gast keypt í fyrra, getur keypt í dag. Já. Og það eitt góðu kunningi okkar hér við Háskóla Íslands sem hefur komið reglulega, háskólakennari við Buenos Aires háskóla og Salvador háskólan sem einkarekin háskóli í Buenos Aires. Eftirlaunin hans núna eru sem svarar $27 á mánuði. Þannig að hvergi hægt að lifa því? Nei, og ekki Buenos Aires. Buenos Aires ekki ódýr borg og þó að hann sem betur fer við eigi húsnæði og geti þannig einhvern veginn skrimt, ég veit ekki á hverju, en þá eru bara þessar upphæðir, þetta það sem hann fær frá Buenos Aires háskólum, hann enn að kenna í hinum og verður það þannig að rekkur upp á það er ekki hægt að hætta. Það getur ekki farað eftir það? Nei. Svo leysa á Íslandi sem í fyrir stöðu, getur ekki hægt að vinna? Já, nákvæmlega. En þetta svona, þetta eru sko þetta kom á óvart að vissu leyti að hann skildi komast áfram og ég var að horfa á aftur áðunni kom og hitti þig það eru svona ríkissjónvarpi í Argentínu með svona, hvað kölluðu við þetta hér fyrir forsetakosningarnar Kappræður? Já, kappræður, þar sem þeir komu saman, þessi tveir sem eftir voru og núna það svo áberandi hvernig andstæðingur hans var einhvern veginn ekkert að leggja sig fram af því að hann greinilega trúði því ekki að hann myndi eiga möguleika á að vinna sem hann svo gerir og Milei miklu betri í þessum kappræðum að nýta sér tækifærið að vera í beinni samræðu við fólk og þannig að það hann vann var auðvitað undarlegt en samt ekki svo bara þegar maður tekur aðstæðunar hvað hann svo búin að vera að gera á þessum 6 mánuðum fyrirsjáanlegt en alltaf einhvern veginn á svona ystu nöf hann gengur og aðal í orðræðu sínu og hvernig hann kemur fram og hvernig hann hagar máli sínu hann gengur alltaf fram á ystu nöf og hann ögrar í öllu en ég vissum að hann gerir það af því að hann með við hlið sér þessa aðra sem að svo taka til eða reyna milda á eftir þar sem það skiptir máli en ég spyr mig sjálf sko, getur þetta gengið svona? Eru þessir hinir Caputo og Macri og fleiri og þessar 2 konur sem alltaf eru með honum hvert sem hann fer, systir hans og þessi hin sem hann valdi sem sko dóttir fyrrverandi herforingi varaforsetinn sem stjórnmálamaður og kemur innan úr svona létt fasískri hreyfingu og bara fer ekki leynt með það og talar mjög sko gegn allir þeirri vinnu sem var farið í eftir tíma herforingjastjórnarinnar að reyna að sætta og komast að sannleikanum hvað gerðist og hún bara hristir höfuð yfir því og alveg sama að þér virðist eins og hún hljómar en þessar 2 konur eru þarna sikkurum megin og bakkan upp og auðvitað eiga þær líka einhverja fylgjendur hún með eitthvað með sér systir hans svo sem ekki en svona hefur verið lengi svona sjónvarskona hóst og einhvern veginn þekkt fyrir það
en þær fara með honum á alla þessa fundur og þær sem taka niður sko fundagerðirnar en það svona teymi á bakvið til að reyna einhvern veginn að halda þessu í einhverju skikki. Og markmið að hérna bara umbreyta Argentínu á undraskömmum tíma. Já. Og hann alls bara gera það núna á 2 árum og það tíminn sem hann sko kefur, hann byrja á því að segja í fyrstu ræðinu eftir hann tekur við, no hay plata, það ekki til peningar og þetta svona eins og maður segir við krakka nei, ég get ekki kipt sleikipinna, no hay plata, það ekki til peningur og hann bara endurtekur þetta, það ekki peningur og það verður í 2 ár og hann einhvern veginn að vísa til þess að við getum hert sultaröluna og ef við gerum það öll þá verður þetta í lagi og viðsnúningurinn verður það að rísa upp stórkostlegt land. Þetta var nú fólki sagt í víða heim að ef við tækjum inn í frjálshyggjuna þá myndi síga hér af himnum ofan í Jerúsalem sem allt þið gott. Já, Menem var góður í þess á sínum tíma á 9. áratugnum því þá var ég nýbúin að, sko, hafði ég verið þarna, fylgdist mjög vel með og var að skrifa hérna þetta bókmyndirnar á þessum tíma sem allar eru auðvitað spegill af þessu umhverfi. Þannig ég hlakka mjög til að sjá hvað rithöfundarnir, sko, hvaða sjónarhorn þeir einhvern veginn endurspegla í sínu verkum á næstu árum. Það sérstaka tíma sem núna Já, hann er það. Þannig að, en við skulum sjá, fyrst núna haustið, tekstunum einhvern veginn að svara þessu ákalli, ég alveg sannfærð að september október verði mikið mótmæli, hvað gerist svo í kjölfarið á því, þannig að þetta bara óvíst og en á meðan þetta spennandi að fylgjast með að því maður í öruggri höfn langt í burtu að þá það náttúrulega hrikalegt þegar mann ekki saman allt þetta fólk sem þarna 50 milljónir sem einhvern veginn bara að reyna að lifa af og finna út úr hversdagslífinu. Og margt keyrt ofan í bjargarlausa fátækt. Já, mjög. Hún verður alltaf gaman að fá það hingað. Þakkaði fyrir. Við ætlum þess að áhugaverð álfu og ekki síst Argentínu. Já, þakkaði fyrir. Við fylgjumst áfram með. Og ég sitt hérna áfram og reyni að skilja heiminn sem að við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða núna aðeins, við getum kallað að stöðu barnafjölskyldna sem að vonandi verður svona meiri fókus á næstu vikum og misserum. En það ýmsir þættir í þessu meðal annars lengd fæðingarorlofs og að það dugar ekki þar sem að fæðingarorlofið endar að þá kannski leikskólanir ekki klárir og ungt fólk, barnafólk, foreldrakynslóðin lendir í vandræðum með að vinna fyrir öllum reikningunum eins og sagt og halda eðlilegri fjölskyldulífi áfram. Hingað komin Hólmfríður Jenny Árnadóttir sem leikskólastjóri á leikskólanum Holti. Velkomin. Sæl, takk. Þú varst leiddir líka lista VG í Suðurkjördæmi síðast. Já, rétt. Og varst svona kannski inn á þingi en endanum ekki út af Borgarfjarðar sögunni aldrei. Já. En við ætlum ekki að ræða það. Nei. Hérna þessi með þetta ástand sem að það fæðingarorlof til þess að styðja barnafjölskyldur. Já. Til þess að geta sinnt ungu börnum sínum. Nákvæmlega. En svo hættir það. Já. Og þá tekur við svokallega umönnunarbil eða bara gap í kerfinu og leikskólarnir ná ekki að taka inn sko langflestir. Það eru vissulega leikskólar út á landi á minni stöðum sem geta tekið við börnum strax eftir að fæðingarorlofi lýkur. En miklu algengara það eins og við höfum bara lesið og heyrt henni til dæmis í Reykjavík að foreldrar fá ekki inni fyrir börnin sín, fá ekki leikskólapláss fyrir en börnin eru 2 og jafnvel 3 ára gömul. Og þá hefst vandinn við það að það þarf einhver að sinna börnunum, það þarf einhver að vera heima, hugsa börnin og vissulega eru líka dagforeldrar og einhverjir koma börnunum sín til dagforeldra en það ekki allir sem ná því.
Þannig þá og það kerfið minna og veikar en það var áður kannski? Já, og þá þarf einhvern veginn að leysa málið, það þarf að annað foreldrið, jável eða bæði að skipta með sér þessum tíma og reyna að dekka hann einhvern veginn afar og ömmur, já, en í dag eru ömmur og afar ekkit eins og var kannski þegar við vorum ung. Í peysufötunum? Nei, bara, já, kannski ekki í peysufötunum en heimavinnandi. Núna eru bara, ég meina foreldrar mínir. Mín var í peysufötunum. Já, nákvæmlega. Foreldrar mínir eru bara, þú veist, að ganga upp á fjöll og þau eru bara á fullu að sinna sínum áhugamálum og þó þau séu nýhætt að vinna. Og foreldrar ungar foreldrar í dag eru bara á fullu í sínu, þau eru bara í sinna sínu frama eða hverju sem og þetta er ekki lengur einhver svona kannski stórfjölskylda þó vissulega séu ömmur að hjálpa eins og þau geta sem að þú veist, á heimilinu og börnin einhvern veginn eru þar í skjóli einhvers sem heimavinnandi, þetta er ekki eins og var. Heldur miklu frekar í dag það þannig að ungir foreldrar eru kannski eignast barn og þeir búa einir eru kannski líka út á leigumarkanum eða nýbúin að kaupa sér húsnæði og svo sagt, farið í fæðingarorlof og það náttúrulega 12 mánuðir sem frábært, það betur en var 9 mánuðir og þar áður 6 mánuðir og gjarnan annað foreldrið og þá frekar móðirinn sem að sagt, svona smyr þinnra lægi, dreifir sínu fæðingarorlof yfir lengri tíma til að dekka meira tímabil og þá þarf ofta að herða sultarólina. Hvað þýðir það að smyrja? Þá í rauninni tekur móðir kannski 70% fæðingarorlof tekur bara fær minna úr sjóðnum og dreifir yfir lengri tíma. Já, ekki það nú vinni þá 30% með það? Nei, þá kemur aftur að því hver á að gæta barnana, hver á að sinna börnunum. Og mér finnst ótrúlega mikilvægt að lengja fæðingarorlofið. Ég held að það sé besta skrefi sem að ríki getur gert til að koma til móts við barnafólk. Það sé betri kostur heldur en að byggja upp leikskólakerfi til að taka við börnum frá 1 árs upp í 2 ára. Já, ég held það er mín skoðun og fyrstu 2 árin eru ótrúlega mikilvæg í lífi ungra barna og þá á sér stað þessi tengslamyndun milli foreldra og barna og foreldrarnir eru náttúrulega helstu umönnunar aðalar barnana og þeir sem börnin vilja frekast vera hjá. Leikskólanir algjörlega frábærir og sinna sínu og frábært viðbót við uppeldi foreldra en ég tel að ef að við bara tvöföldum fæðingarorlofið og það verði það langt að foreldrar nái að dekka þetta bil þá létti það álæginu líka á sveitafélagunum með þessa pressu að taka við börnum strax á loknum fæðingarorlofi. En það ekki bara eitthvað svona verkaskiptingum milli ríkis og sveitafélaga að kostnaðurinn við leikskólan sveitafélagsmegin en fæðingarorlofi ríkismegin. Þetta náttúrulega svona, þetta ekki raunverulegt. Þetta bara að menn ákvað hafa þetta svona. Já. Það verður ekki vandi að henda peningur á ríkinu yfir í sveitafélagi og byggja upp leikskólakerfið ef það verður talið betri lausn. Ef það verður talið betri lausn, já. Þó ég telja að hitt sé betri lausn. Að foreldrar fái þannig meiri tíma með börnum og börnin, fyrst og fremst ef við hugsum börnin og þeirra þarfir og hvað það sem best fyrir þau. Og ég held að með þessu að foreldrar fái þarna nægt svigrúm og tíma til að sinna börnum sem þarf líka að taka út þennan, ég meina það er bara kvíðafaktor að eiga von á barni og liggur bara leið og þú ert orðin ófrískur þá fer að skrá barni hjá dagforeldri og svo bara koma því á listaninn í leikskóla, það reyndar fer eftir kennitölum og það skiptir raun ekki endilega öllu máli hvernig að skráa barni fyrir leikskólaplási en þú veist, ég held þetta myndi líka létta miklu álagi af foreldrum að þeir hefðu bara nægan tíma til að vera og sinna barninu sínu og svo væri þeir þá líka öryggir það að barni kæmist inn á leikskóla að loknu fæðingarorlofi og ég held þetta muni bara draga mikið úr kvíða og áhyggjum ungra foreldra í dag. Horfum á þetta frá leikskólunum og þá hefur maður heyrt þau sjónarmið leikskólakennara að þessi krafa að taka við börnunum eins árs sé kannski ekki best fyrir barnið en það er líka sjónarmiðum að því að fólk bara áttur sig ekki á því hvaða umbreyting það er fyrir leikskólan að taka við þessu verkefni vegna þess að börn á milli 1 og 2 ára að þau þurfi kannski tvöfaldumun, þrefaldumun þannig að eins og stjórnmálin og þau sem að tala þetta þessi svona létt á því að sé eðlilegt að sveitafélagin taki við barninu þegar 1 árs að bara að ef við ætlum að þenja út leikskólakerfið skyndilega til þess að ráða við þetta að það væri við kannski bara að hætta kerfinu að það er ekki endilega víst að við séum búin að finna lausnin á því hvernig best að gæta barna 1 til 2 ára í leikskóla.
Nei, það alveg bara góður punktur og vissulega eru leikskólar frábær staðir fyrir börn að vera á. En börn sem eru orðin 2 ára eru enn meira reiðubúin að fara frá foreldrum sínum og fara í umhverfi þar sem að þau eru að læra í gegnum leikinn og læra í samspili við aðra og annað slíkt. Þannig ég held að börn eru miklu tilbúnari sjálf 2 ára heldur en 1 árs. Það var reynt að setja mig 5 ára en ég vildi það ekki, þannig að mamma tók mig bara með sér í vinnuna. Já, ég fór aldrei í leikskóla, svo þessi sagt. Fyrir núna, nýlega. Já. Sem kennari. Já, nú ég leikskólastjóri og náttúrulega leikskólakennari í grunninn. Já. En svo annað í þessu að sko, það ekki þannig að þetta svara því fyrir alla að það sé best fyrir börnin að vera heima 102 ára. Það á bara ekki við alla. Nei. Sum börn eru bara við þá aðstöðu að við ættum helst að taka við börnunum í einhvers konar gæslu eða einhvers konar umönnun bara hálfsárs Þetta sjónarmið hefur komið fram hér á reyndum leikskóla frumöðum. Já, og þeir vilja að börnin fari í leikskóla. Það getur verið þær aðstæður. Já, þær aðstæður. Þannig að við ætlum ekki að horfa á það væri bara allir ætti að vera heima til 2 ára. Því að það geti hjálpað sko þroska barnsins og fjölskyldunni tilteknum fjölskyldum. Tilteknum fjölskyldum. Og það alveg hárrétt og það alltaf þessi vissi hópur. Og það þarf auðvitað að hugsa til þessa hóps og það er svo sem gert í dag. Ég meina það félagsþjónustur sveitarfélaganna sem eru að horfa til þessara fjölskyldna og það alveg þannig. Og það þarf kerfið að vera sko það getur ekki verið, það ekki eitthvað ein stærð fyrir öll. Það ekki þannig. En við getum ekki samt sniðið heilt kerfi að þörfum fárra. Þannig lagað. Við þurfum alltaf að hugsa allan hópinn að sjálfsögðu. Við þurfum og við búum til kerfin þau eru mannanverk. Þannig að við hefum alveg geta breytt kerfinu og gert það þannig að það sé sko styðjandi við börn og barnauppeldið og börn fái bara bestu ákjósanlegustu aðstæður til þess að þroskast og dafna. Og það finnst mér það mikilvægast í þessu öllu. Ég meina við erum búin að lögfesta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ég meina við ættum að geta verið hér barnvænt samfélag. Mér finnst sko atvinnulífið þar stundum að líti eigin barn, hversu barnvænt það þegar kemur að því að foreldrar fara út á vinnumarkaðinn og það sorgleg þróun sem eiga sér staða að efnaðri foreldrar eru frekar að lefa sér eiga börn heldur en þeir sem eiga minna milli handana. Það bara sorglegt, þá fáum við bara einsleitara samfélag og það vil maður ekki. Þannig að ekki ég allavega og það að mörgu að hyggja í þessu öllu saman, vissulega. En við þurfum að hugsa fyrst og fremst börnin. Og vissulega, og svo líka bara kannski foreldrar sem bara get ekki hugsa sér að vera svona lengi heima, kannski með börnunum sem ég hef alveg heilt það. Ég ætlaði að koma með það segjum að ég sé kona og ég í mínum bara karriér búin að mennta mig til ákveðin að starfa og ég vil eignast börn líka og ég vil kannski eignast 2 börn en ég bara, ef ég á að vera frá vinnumarkaði í 4 ár, þá veit ég það að ég mun bara dragast aftur úr. Já, þú ert að tala um þá einstæða móður. Ég myndi halda ef við höldum áfram þessari skiptingu. Það væri skipt á milli. Ég myndi vilja hafa það áfram þannig að því það var besta leiðin til þess að fá feður líka til að taka fæður. Þá tek ég neðamálsgrein, segjum að ég sé einstæð móðir. Og þá kerfið þannig í dag að ég og bassfæðurinn bara horfinn úr lífi mínu og bassins. En ég fæ ekki mikið, ég get ekki verið 2 ár eða sem að væri í þínum heimi að óbreyttu eins og giftuforeldrarnir. Nei, ég myndi vilja ég fengi bara 1,5 ár. Já, ég myndi vilja náttúrulega aðlaga þetta vera réttu barnsins að barnið fær að vera í fyrstu 2 árin með foreldrum eða foreldri og ef það eru 2 þá skiptist á milli og ef það er bara 1 þá fær það foreldri allt tímabili sko. Í mínum fullkomna heimi var þetta þannig sko. Mér finnst þetta og við verðum að þessu var hafnað, það voru einstæða mæður sem nefndi þetta og þá var þessu hafnað vegna þess að það gæti leitt til þess að það ójafnt skipt á milli kynjanna hjá foreldrum í sambúð. Já, ef það eru foreldrar í sambúð þá væri það alltaf til helminga. Ég myndi vilja halda því þannig áfram eins og það í dag. Það ekki alveg, það má skipta svona ójafnt. Ekki 6 vikur, 3 vikur, 6 vikur sem má skipta, sem þú getur framselt hinum foreldrinu. En þú vildir halda þess líku til þess að kerfið myndi ekki
íta undir það að konur væru frekar heima en karlar. Já, ég myndi vilja að við gerðum allt til þess að íta undir það að konur sætu við sama borð og karlmenn. Og í dag, 19. júni, þá finnst mér enn meira tilefni til þess að nefna það og minna á það. Við erum bara ekkert komin nógu langt, sko. Bara langt í frá í jafnrétti kynjanna. Og mér finnst þetta mikilvægt jafnréttismál líka. Fæðingarorlof. Já, mér finnst það. Mér finnst það þetta umönnunabil líka. Það hallar á konur þar. Þær eru frekar heima. Þær eru gjarnan en þá með aðeins lægri laun og þá er svo sem alveg eðlilegt að þegar við erum ungir foreldrar að rekna út heimilisbókhaldið og þá er það frekar sá sem er með hærri tekjur sem heldur áfram að vinna menn hinn tekur sér launalaust leyfi eða annað slíkt og það kemur líka niður á þeim sem það gerir því þá ertu komið árskap í ferilskrániðinni, jafnvel tap á lífeyrisréttindum og annað slíkt sko, þannig að þetta er þú þarft kannski að fresta námi eða þetta er alveg flókið, við verðum einhvern veginn finnst mér og við eigum að gera það bara svolítið drastist núna og við bara gera þetta, breytum þessu og gerum ungu fólki að kleift að eignast þetta. Þetta er líka greitt lífeyrisgreiðslur fyrir þá sem eru heima í umönnunarstörfum. Það var ekkert vandamál. Nei, það er margt sem við getum gert. Bara var þetta, með það að tekur sveitafélagi ekki við barninu fyrir þetta að gera eða mætti ég fara með barnið þegar það er 1 árs af því að við hjónin, við ætlum bara að koma okkur áfram í karriér. Já. Og þá ertu búin að leyfa okkur að hafa 2 ári í fæðingarorlof. En við segjum að við tökum bara þetta 1 ár og konan tekur það. En ég bara afþakka mér mitt, það mætti. Það bara er örugglega hægt og það er örugglega hægt í dag. Ég meina kallmenn, þú veist, og ég meina, eru allir foreldrar að taka allt fæðingarorlof sitt? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. En allir svona sem í kringum mig að þá finnst mér þau vera að taka þetta í aft, sko. Já, og ég held að sé tilfelli. Já, ég held að sé algengast að það sé þannig. Og ég myndi vilja sjá það náttúrulega gerast og ég held líka að við tökum oft svona dæmi sem eru svona undantekningin. Við erum að reyna og líka í gegnum bara umræðu sem hefur verið í síðustu áratugi. Sko. Já, og þá gerum við tökum þessi og þetta er alveg undantekningur, það er alveg foreldrar sem eru þarna og þá til dæmis er hægt að nýta tíman líka meðfram fæðingarorlofi til þess vegna einhvers annar sko, skrifa bók eða þú veist, með eitthvað sem kannski krefst þess ekki, þú farir af heimilinu og getur ekki verið með barninu þínu líka en já, þannig að mér finnst þetta mikilvægt og ég held að flestir foreldrar þeir eru kvíðnir að skilja við barnið sitt sem er bara 1 árs vilja gjarnan vera lengur með barninu sínu. Ég held að það sé bara staðreynd að það eru flestir foreldrar þar. Foreldrar sem eru að koma með börnin sín aðlögum til dagforeldra eða í leikskóla, þú veist, þeir eru oft bara hálf kvíðnir og þeim finnst þetta erfitt. Þeir eru oft alveg með jafn mikinn aðskilnað kvíða meiri heldur en börnin. Þau eru ekki þannig eins og maður gæti stundum haldið að það væri setu verkvall niður í ráðhúsi þar sem að væri foreldrar með ungu börn sem að væri að rétta Einari eða DIB börnin og segja að þið verða að taka börnin. Það er ekki alveg þannig. Þau eru neitt í þessa stöðu vegna þess að þau verða að komast út á vinnumarkaðin til þess að bjarga húsnæðinu sínu, til þess að eiga í sig á og þessum verða að fá gæslu. En kostur þess að þú ert að bjóða upp á væri þá að við ættum frekar að horfa á það að lengja fæðingarorlof. Já, það er mín sko og ég held að það sé þess að við að horfa á. Það kostar? Það kostar nefnilega og ég veit þá. Það kostar nokkra milljarða. Hvað fer í fæðingar Ég glemdi nú aðtóð það en ég kom hvað fyrir fæðingarorlofs, fyrir gegnum fæðingarorlofssjóð. Já, ég veit það ekki. En ég held þetta væri dýrmæt aðgerð fyrir barnafólk og foreldra sem að eru eins og ég segi, fæðingartíðnin komin í 1,5 barn og það er til mikils að vinna en það mun vissulega. Það er eftir að sjá það því að þetta er svo sjokkrandi þetta 1,5 það lækkaði svo hratt á einu ári. Rosalega, þetta er búið að lækka svo hratt. Við verðum að fara á tölurnar frá því fyrra sem ekki að það komnar hvort þetta sé halda áfram eða ekki því að ef þetta er halda áfram þá er það náttúrulega eina svakalegustu fréttir sem hafa komið í nýstan samfélag. Því það bara dungaði sko. Það dungar bara. Það er ekkit langt síðan hér var 2,2 badgildi Nei, tökum við fæðingartíðnin en í Evrópu þá mér minnir að segja í Pólandi komin í 1,2 börn, 1,3 og fleiri Evrópulöndum er þetta orðið mjög lág tala, skuggalega lág sko. Og byrjuði að blandast inn í pólitíkina. Já, vissulega. Sérstaklega kannski löndum þar sem mikið verið að tala innflytjendur. Þá verið að
mikið að hægri flokkunum, Já. með hugmyndur að ýta undir barneignir. Já, akkurat. Hvergi hefur það virkað? Nei, nákvæmlega, það virkar. Það er bara hvergi hægt að sjá að einhverjar opinberar aðgerðir ná að snúa þessu við því að virðist vera að segja svona menningaleg þróun sem er mjög sterk. Já. Og kannski ættum við þá að horfa á það ef við ætlum að ráðast við hana, þá er það ekki eitthvað svona eitt einfalt tricks sem að virkar. Þetta þarf að vera einhvern veginn svona stórkostleg breyting í hugmyndunum barneignir, vinnumarkað, hlutverk samfélagsins, hlutverk foreldrana. Já, og ég held að við þurfum að fá alla að borðin, ég er alveg sammála því og þessna langar okkur og stefnum að því halda málþing í september fæðingarorlof og fá þá raddir foreldra og atvinnulífs og allra að borðinu og því þetta er samtal, þetta er ekki einhver eitt sem hefur lausnina eða annað en við þurfum að hlusta og ræða við fólk, ræða við þau sem eiga hagsmuni hagaðila og fá fram raddir og líka heyra í ungu foreldrunum hvaða er sem þau halda virki og hvaða er sem þau myndu vilja sjá gera. Ég hef stundum gert það við vorum með svona sirpu held ég svona síðan haust að ræða þetta við Rauðaborðið og talaði við fólk úr leikskólunum og foreldra og fleira. Já. Og það fannst mér koma mjög fljótlega í ljós að væntingarnar eru bara ólíkar. Já. Þannig að það er kannski ekki ég ætla ekki að spá því en ég ætla að spá því að þegar margir teknir að borðinu þá kemur í ljós að það er kannski ekki svona ein aðferð sem að hugnast öllum. Nei, alls ekki og líka það eitt að því hún nefndir hérna með að fjölga barneignum og annað, fyrir mér er það ekkit endilega markmiði. Mér finnst markmiði vera hlúum bara betur að barnafólki og börnum með einhverju aðgerð eða með aðgerðum sem við teljum að séu þeim til bóta. En mættum við samt ekki taka þetta alvarlega með því að segja sér svo ef við erum í samfélagi þar sem að fólk vil síður koma með börn inn í það. Er það ekki svolítið svona alvarlega áminningum að það er eitthvað meiri háttar bogið hjá okkur? Jú, og ég held að það er akkurat það sem við verðum að taka með okkur úr þessu. Við þurfum að hlusta hvað er það sem veldur. Ég myndi vilja heyra til dæmis í ungum barnlausum foreldrum. Þú veist, hafi hugaði eiga börn og ef ekki hvers vegna og annars slíkt. Ég myndi vilja akkurat heyra þetta, hlusta og fá samtal þetta. Af því að þetta er ótrúlega mikilvægt og vissulega þurfum við að vera með 2,2 börn á konu að því útreikningun er þannig til þess að bara viðhalda okkur. Við erum bara með líka kerfi sem við þurfum að viðhalda, við erum með gamalt fólk sem þarf að hugsa og við erum bara með samfélag sem að gengur út á það að við séum svolítið að viðhalda okkur og við erum ekki að gera það með því að fara neyri 1,5 barn eins og maður segir. Alls ekki. Það var einhver að gantast með tölfræðum daginn sem að sagði það að það er spáði að við mannkynnið náðu toppi 2040 minnum þegar maður verið þarna 10,5 miljardar eða eitthvað slíkt. Ef að ástand er þannig eins og er í Kóreu í dag að þá árið 3000 eru við 20 milljónir. Bara til þess að sýna hversu hratt við okkur myndi fækka. Ef að við höfum ef við verum millans 1,5 barna á konu í staðin fyrir 2,2 eða 2,1 að þá myndum við okkur myndi fækka mjög hratt svona þriðjung á milli kynslóða. Og ég held, sem er eitthvað veröld sem ekkert okkar held ég að geti almenna ímynda sig hvernig það er. Nema ef þú ferð kannski mitt eftir að huga að ég ferðaðist Skosku eyjarnar það sem maður fattar eiginlega ekki fyrir að maður er farin og kemur inn í annars konar samfélag sem eru börn, hvað vantaði þar. Það eru, þú getur farið á svona hrörnandi byggðir til þess að sjá hver framtíðin væri. Já, og það finnst mér einmitt vera svolítið skelfilegt tilhugsun. Af því að ég vinn alltaf með börnum og við að sinna þeim og hjálpa þeim að þroskast og dafna í gegnum leik og störf bara í leikskólaumhverfinu og ég bara hugsa mér hillingi til þess ef það er ekki bara, ég vil hafa börn allstar bara sláturinn og bara hugmyndirna, hreinskilnina, þú veist, við erum miklu meira að hlusta á börn og einhvern veginn bara hlúa að þeim og við þurfum að gera það miklu betur, við þurfum að vera miklu barnvænna samfélag. Við þurfum einhvern veginn að aðlaga bara allt að því að það er fólk á barneignaraldri sem er að eignast börn og það þarf að taka tillit til þess í svo mörgu. Veikindadagar sem dæmi, ungir foreldrar sem fá 12 veikindadaga per foreldra á ári, það dugir ekki neitt ef þú ert með 2 ung börn til dæmis á leikskólaaldri. Það er bara fljótt að fara í flensunum eins og eru búin að vera að ganga núna síðustu ár.
og þá fólk komið í vanda líka, þannig að við þurfum, það svo margt sem við þurfum að huga að. Það ekki bara fæðingarorlofi, það er þetta með hvernig umhverfi erum við að búa að börnunum okkar og þetta framtíðin okkar, þetta dýrmætasta sem við eigum. Það er þetta stilta sig upp þannig að fólk í vinnunni og svo það með frítíma og að svona rækta sjálft sig félagslega og fleira og svo þarf að sofa. Svo setur við barnin í þetta kerfi og þá því að vinnan hún gefur ekki eftir. Nei. Þá það annarkot svefnin eða félagslega ræktunin þín, eða félagsliðið sem hefur, sem náttúrulega margir fagna því að fá barnið inn í þann hóp, inn í það tímabil, en það samt umönnun á einu barni sem er 2 ára, eitthvað svoleiðis, það meira heldur þetta, veit allir foreldrar, að það börnin eiga tíman þá þú farið úr leikskólanum og þá þú eru sofnuð, það eru farið 4 tímar sem eru en málega það vinna gefur ekkert eftir. Nei. Og ég var eitthvað að tala við fólk sem hafði reynslu frá öðru löndum og við Svíjanir hafa gengið lengst í þessu og ég náði ekki alveg hvernig reglan var nákvæmlega en hljómaði eins og það væri þannig að ég gæti tilkynnt atvinnurekanda mínum eða þeim sem ég vinnu hjá að ég ætlaði að nýta það að vera bara í 70% vinnu samkvæmt til að barnið mitt var orðið 5 ára. Eitthvað slíkt. Sem þá sveigjanleiki þar sem að fyrirtækin verða að beygja sig undir það að vinnuaflið lifi fjölskyldulífi og á börn. Þetta líka góður hugmyndir og eins í Hollandi, það eru líka svona hugmyndir útfærslir og þetta held ég sé líka spennandi að skoða. Sem við ættum að byrja að skoða, því það tekur langa tíma að koma sér gegn skoðan, en við verðum að byrja að tala um þetta strax. Nákvæmlega, svo við nefnum það nú. En já, það svo margt sem við þurfum að skoða og þetta líka að geta sinnt börnunum okkar betur og að vinnumarkaðurinn mæti okkur í þessu með veikindi barna eða fjarvinnu þegar nú oft líka að tala um starfsdaga í leik- og grunnskólum og þetta að pirra, ég held þetta pirri nefnilega ekki endilega foreldra, þetta að pirra atvinnurekandan og vinnuveitendurna af því að foreldrar sjá þarna líka bara samverutíma með sínum börnum en finna líka fyrir því pressunni frá atvinnuveitandanum að þú veist, þetta ekki nógu gott og þú ert alltaf frá eða eitthvað svona. Þannig ég held að við verðum að taka samtal öll saman og við verðum að endurskoða kerfi, við verðum bara af því ég held líka að sé hlúð vel að börnum þessi fyrstu 2 ár og bara alltaf, þá hlúa vel að börnum alltaf, hlúa vel að börnum, að þá erum við líka að sjá fram á minni kannski hegðunarvanda, vanlíðan barna, kvíða, minni svona álagstengt vandamál seinna meir sem og líka bara hjá ungum fjölskyldum. Eins og ég nefndi áðan með kvíða og annars slíkt, ég menn ungt fólk í dag, þekki ég sjálf 3 börn á þessum aldri og þetta bara alveg kvíðvanlegt að hugsa til þess að nú bara barn á leiðinni, það á að vera tilhlökkunarefni. Maður á svolítið að vera að hlakka til og þetta verður skemmtilegt örgum að það verður vel séðum barn, það verður velkomið. Já, barnið sé velkomið og allir taki þessu vel og að samfélagið okkar og kerfið sé þannig uppbyggt að það sé styðjandi. Af því við þurfum á þess að halda, eins og segir, hvað bara allir hættu bara að eiga börn. Þú veist, við varum bara, það bara þvílíkt fjaskó. En ef við erum að horfa í svona smá tíma, já. Er það ekki bara þannig að leikskólakerfið hefur fyrst og fremst byggst upp af kröfu þörfum atvinnulífsins? Að þessi gæsla fyrir börnin svo að foreldrar geta mætt í vinnuna. Já, ég held þetta sé svolítið samspil En það eiginlega fókusið verið þar og þessi krafa að leikskólandi fari niður í 1 árs bara fyrst og fremst til þess að svara kröfum atvinnulífsins eða þeirri stöðu sem að foreldrarnir eru í, að þeir verða að vera á vinnumarkaði til þess að hafa bara í sig á, já, og ég held þetta sé svo sem, ef við hugsaum þetta sem eitthvað svona líka jafnvægi, að þetta líka tækifæri fyrir börn sem orðin, eins og ég segi þarna komin 2, 3, 4 ára, að þau eru þarna þá með jafnöldrum í öruggu uppeldis umhverfi og þroska umhverfi. Ég meina leikskólakennanámið 5 ár, þú veist, við lærum helling hvernig við að sem best mæta þörfum barna og efla þroska þeirra og annars slíkt mæta sérþörfum og öðru slíku. Þannig ég held að leikskólar eru mjög góður staður fyrir börn að vera á. En kannski ekki alveg niður í 1 árs. Ég myndi vilja sjá þau byrja í leikskóla 2 ára.
Ég myndi vilja sjá það gera, en þau sem að byrja, ég bara hef tekið sjálfi sko yngst 9 mánaða gamlum börnum þegar ég var leikskólastjóri kringum 2000 og var að vinna í leikskóla þá og það bara gekk alveg ágætlega, en þá voru það foreldrarnir sem áttu erfiðast, skilja við börnin sín svona ofbáslega ung, missa kannski af ýmsu sem var svona gerast og gerist fyrstu 2 árin, þú veist, það eru orðin þegar þau koma og það er að byrja að ganga og það er ýmislegt svona sem að sko, og foreldrar eru að eiga börn líka af ástæði, af því þetta er eitthvað sem að einhvern veginn svona þörf og mann langar og annað slíkt og þá vill mann náttúrulega líka vera með börnunum sinum og ég held að flest allir foreldrar séu þarna, þeir myndu vera ofbáslega þakklátir og grípa tækifærið til þess að eiga meiri tíma með börnunum sín. Hérna, þú nefndir það 19. júní Já. Og það er hérna þá fengu konur og fátækir kallar, gott ekki rétt, ekki alveg strax. Nei. Og planið var það að þetta byrja með fertugt. Já. Trump droppar sér mjög hægt niður, en Danirnir sættus ekki við það og neittu íslenska yfirstétt að hafa kosningaréttin almennari niður í 25 ár, mjög fljótt. Og það breyti náttúrulega stjórnmálum svolítið að hérna þau voru áður höfðu bara verið hagsmunir borgarastéttarinnar, en núna þurftu stjórnmálin að snúa sér að kjósendum sem höfðu alls konar væntingar og það hafði líklega mikil áhrif á samfélagið, kannski frekar kosningaréttur hinna fátækari, að því að það er svona fókus á það. Konurnar, kvenréttindi komið miklu seinna, það var eiginlega, ég var að kíkja á þetta í tilum að deginum, það var ekki fyrir 1995 að konur kusu jöfn mikið á kallar. Það tekur þarna þessi 80 ár, verður þess að eðlilegt hjá konum að akkur eftir að fara að kjósa eitthvað að það bara kallar í boði og þessi stjórnmál er ekkert að fjalla það sem að mér finnst skipta mestu máli og það er skiljanlegt að kosningarétturinn nýtist sko, sem nýttur hægt vaxandi. En svo hefur það verið. En og ef við hugsa þetta svona, að kosningaréttur neyði stjórnmáli til þess að horfa á tiltekna hagsmuni. Það voru náttúrulega barnafjölskyldur af því að þjóðin var yngri og svona, atkvæði og börnin fleiri og fleiri sem áttu börn. Þannig að atkvæði réttur barnafjölskyldana var svona þokkalegur stjórnmyndin og þegar ég var alast upp að þá var mikið talað leikskólamál og fæðingarorlof og þá svona hérna húsnæðismálu ungs fólks og fleira með svona fókusinu vera eiginlega meira á barnafjölskyldur og foreldrakynsluðuna heldur mér finnst verið í dag. Og hluta til það kannski vegna þess að vægi foreldrakynsluðunar í atkvæðamagninu er miklu minna núna af því að við lifum lengur og það er bara, og það eru fleiri sem eru barnlausir og þar fram til göttunum. Ég er hérna ætla ekki að fara að boða kostingarétt barna, ég er þeirra skoðunar og segi það oft en ég eiginlega finn aldrei neitt til þess að vera sammála mér. En það er samt þannig að einhver leiti þá hafa stjórnmálin síður snúið sér að foreldrakynslóðinni og hérna barnafjölskyldum heldur en að ég upplifi. Það getur verið að áhrifin séu líka vegna þess að við erum að koma, höfum farið í gegnum tímabil svona þessum kallaði identity stjórnmálana, þessum er sko kvennabaráttan, barátta samkynniðra, barátta fatlara og fleiri hefur verið í forgrunni sem svona mannréttindabarátta og kannski hinn almenna barátta barnafjölskyldana hefur kannski verið svolítið meiri í skugganum en hún var til dæmis 78 eða vel eitthvað ár. En þannig að ég held að hérna að einhver leiti snúa stjórnmálin sem svona síður að svona venjulegu barnafjölskyldum sem er í basli, skulda meira en gengur og gerist, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, er á jaðri vinnumarkaðarins og hérna barnabætunar hafa gefið eftir. Vaxtabætunar sem var stuðningur mikið til við þetta fólk, það eru eða horfnar og þar fram til göttunum, þannig að einhver leiti eru það komundu tímabili þar sem að sko hagsmunir þessa hóps sem að börnin okkar eru, sem framtíðin okkar er hefur einhver leiti gefið eftir, þetta er svona mín tilfinning, ég ætla nú bara að pröfa þetta á þér. Já, algjörlega og reyndar eins og núna, þá voru nú barnabætur að hækka og það er komin sérstakur húsnæðisstuðningur og eitthvað svona. Það er bara eitthvað 7-8 ár í Já, ég segi það og það er það er ekkert í líkingu við það sem var 95 eða 2000. Og ég held nefnilega að þarna þurfum við, þú veist, einmitt líka bara að stíga upp og við verðum að huga að þessum hópi. Og þegar maður lítur einmitt tilbaka sjálfur sko, nú er ég 5 börn og yngsta er 16 ára einmitt í dag þannig að þau eru orðin svona hálf fullorðin og elsta takk fyrir það
og þegar ég hugsa tilbaka þá hugsa ég pínulítið með hryllingi til tímans þegar ég var með lítil börn og svað ekki neitt eins og við rættum aðan, var að reyna að mennta mig og var að reyna að vinna og halda vinnunum minni líka og við í rauninni maðurinn minn smiður og ég kennari og við bara reyna að halda húsin okkar og eiga bara í okkur á og þú veist, ég man það að ég gekk alltaf í svörtu, það var svo praktískt, ýmislegt svona sem að maður hugsaði tilbaka bara, maður var alltaf þreyttur, þú veist, það var svo lítill stuðningur og ekki það að ég á yndislega foreldra og fjölskyldu, en mína foreldra voru líka bara full út á vinnumarkanum, þau voru bara að hafa líka í sig og á. Þannig að við verðum einhvern veginn að horfa á kerfið, stokka svolítið upp og gera betur þarna. Fólk á að geta á þessum árum þar sem það er að ala upp börnin sín, þessi fyrstu ár, þessi ár þar sem við viljum og við viljum alltaf vera til staðar fyrir börnin okkar en þetta umönnunar tímabil þar sem þau þurfa svo mikið á okkur að halda og það er svo gott að geta sinnt í án þess að vera einmitt eins og segjum áhyggjur af húsnæðislánunum eða bara leigunni er ég að fara, þú veist, missa íbúðina eða allt bara matakarfan hækkar, ég meina barnabætur bara eru gott jöfnunatæki og eru þá á að nýta til þess að þau sem eru með lægstu launin geti framfleytt sér á börnunum sínum og það er ýmislegt svona tómstundir, ef við hugsaum það líka börn fara svo seinna meir í tómstundir þá það sem ekki þeir eru kannski svona ung að ýmislegt svona, þetta á að vera aðgengilegt fyrir börn tónlistarnám, alls konar tómstundir og annað svona sem að örvar og bætir lífsgæði þeirra og er gaman að sinna og fá tækifæri til að sinna. Þannig að við þurfum að gera miklu betur fyrir barnafólk, það er svo bara algjörlega sammála því. Skoða samfélagi út frá sjónarhóli barna. Allan daginn, algjörlega hugsa þetta út frá börnunum, hvað er það sem börn þurfa, hvað getum við gert til þess að börnin okkar þroskist og dafni, bara við sem bestar aðstæður. Og það er tilefni til þess, ef maður vil vera kalt að vinna, þá börnin eru að snúa baki við samfélaginu, þau eru hægt að koma. Já, þau eru bara, já. Og við þurfum að fá þau aftur, við þurfum að lokka börnin hinga aftur. Já, já. Hólmfríður, kæra þakkir, önnur Hólmfríðurinn í þættinum í kvöld. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Þetta eru lokin hjá okkur í kvöld við Rauðaborðið, við verðum hérna aftur á morgun klukkan 8. En ég þakka öllum gestunum sem hingað komu, kærlega fyrir, Birni Þorláks fyrir að hafa komið hérna við og tekið viðtal og Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og senda út og ykkur sérstaklega sem að hafi hlustað og hort. Það eru þið sem að breyti þessu spjall okkar í fjölmiðlun og þið getið verið virkari þáttakendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér sem er áhugavert. Að þá hlustar það fólk á og horfir og við það stækka dreifikjörðu okkar, við náum til fleiri hægt og bítandi, þannig við byggt upp dreifikjörðu samstöðunar af góðri afspurn. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook undir nafni samstöðurinnar, á YouTube undir nafni samstöðurinnar, á öllum hlaðarsveitum undir nafni samstöðurinnar og eða einstakra þátta hér á samstöðinni. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stór Höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, það er spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminu, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, maður verður að horfa á samstöðuna inn í stofu. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Sjáum til hvað kemur út úr því. Samstöðin hefur verið byggt upp af áskrifendum. Það eru 40.000 mann sem að horfa og hlusta á þættin okkar í hverju viku. Af þeim eru rúmlega 1300 sem eru áskrifendur. Það eru þeir sem að tryggja það að við getum búið til allt þetta efni hérna. Ef að þú ert slást í hóp þeirra þá getur þú farið inn á vefin okkar, samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin, þú mátt borga meira ef þú vilt og þau sem að kjósa geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er tilraunarverkefni sem við erum með hérna, hvort okkur myndi takast að búa til öflugan umræðu vettvang og fjölmiðil, fyrst og fremst með þátttöku almennings, að þetta verði fjölmiðil, ekki í eigu auðvaldsins, ekki í eigu ríkisins, heldur í eigu almennings. Sjáum til hvernig okkur gengur það, en ég hvet ykkur til þess að skrá ykkur
fyrir áskrift sem allra fyrst, sérstaklega þau ykkar sem ég veit að eru að núti, sem hafa kannski fyrir löngu ákveðið að verða áskrifundur en hafa ekki ennþá látið verða að því. Gætu ykkur til þess að kýla á það, eins og sagtir. En ég ætla að fara heim, segi góða nótt og sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og